Góðan daginn og til hamingju með daginn. Það eru mörg tilefni sem segja til hamingju með daginn. Við erum komin hér saman á viðburðinn Evrópusamstarf í stafrænum heimi, þar sem efling stafrænnar borgaravitundar gegnum formlegt og óformlegt nám verður í brennidepli og það verður sérstak áhersla á alþjóðlegt samstarf á þessum sviðum í gegnum Evrópusambandsáætlanirnar, Erasmus+ og Ítvinning. En sú síðastnefnda fagnar 20 ára afmæli í ár. En nú er Evrópuár stafrænnar borgaravitundar og við ákváðum að það færi fram á sjálfum Evrópudeginum 9. maí sem er haldið upp á, í 75 ára afmæli Schuman-dagsins, því það eru 75 ár síðan að utanríkisráðherra Frakka, Robert Schuman, flutti fræga ræðu sem að lagði grunninn af Evrópusambandinu eins og í dag, vilja að minnstakosti sumir menna, þar sem hann talaði nauðsyn Evrópusamvinnu og samþættingar innan Evrópu sem að lagði grunnina fyrir svona hugsjón sem að liggur Evrópusambandinu og þessu Evrópusamstarfi sem Ísland hefur tekið þátt í rúm 30 ár til grundvallar. Þannig það eru mörg afmælin sem við getum haldið upp á hér í dag og við ætlum að enda daginn á því að skála fyrir það afmæli sem okkur hugnast best eða þeim öllum. Það er hins vegar Evrópuráðið sem er annað fyrirbæri heldur en Evrópusambandi sem að stendur fyrir þessu Evrópuári stafræna borgaravitund. Evrópuráðið er víðara fyrirbæri með aðkomu fleiri ríkja heldur en Evrópusambandi. Við erum með töluverða dagskrá hér í dag. Við ætlum að fá smá ræðuhöld, dálítið af myndböndum, 2 pallborð og markmiðið er að í lok dagsins verðum við öll, og þá sérstaklega ég, einhverju nær hvað stafræn borgaravitund er. Ég er engin sérfræðingur í hugtakinu. Eina ástæðan fyrir því að ég stend hér í dag er svo að ég er forstöðumaður Rannís, heiti Ágúst Hjörtur Ingvarsson og hef fylgt Evrópusamstarfinu frá upphafi, frá því að Ísland hóf að undirbúa þátttöku sína í Evrópuáætlunum. Þannig að ég er búinn að vera með í öllum minna afmælisdögum. Ég held að elsti afmælisdagur er ekki sem við bæta 30 ára ekki eitthvað 30 ára afmæli þarna, minni það. Þannig að ég var beðinn að stýra þessum viðburði hér í dag því ég er elsti sauðurinn í Evrópuhjörðinni ef svo má orðið komast. En ég ætla að biðja og bjóða hér að koma upp og vera með aðalræðuna í dag. Ég veit ekki hvort ég á að segja unglamb, kannski ekki. Aðalheiður Jónsdóttir er sviðsstjóri mennta- og menningarsviðs Rannís og hefur verið nokkurn tíma. Og Rannís hefur meðal annars umsjón með þátttöku Íslands í Erasmus+ áætluninni, í Ítvinning, sem er svona hluti af Erasmus fjölskyldunni, í EPALI, í Eurodesk og Europass. Ég ger ekki ráð fyrir allir hér inni viti hvað öll þessi skammnefni eða stuttnefni þýða, en ég vona að það skýrist örlítið eftir því sem á daginn líður. Þannig að gjörðu svo vel, Aðalheiður Jónsdóttir, og takk fyrir það. Ágúst Hjalti væri kannski aðeins styttra en hann, ég ekki veist sko. Komið sæl. Og takk fyrir þessa upprifun, Ágúst. Ég byrjaði minn starfsferil á fyrsta alvöru skrifstofustarfinu hér í Háskóla Íslands, sem þá heitir Rannsóknarþjónusta HÍ. Og þar var ungur forstöðumaður sem hefði hlotið mér skjótan frama, sem réð mig og þetta var 1995, ég hef verið 8 ára? Nei. Og við vorum fyrst, ég held að ég farið rétt með þetta, var eina fyrstu stofnun HÍ sem fékk tölvupóst. Og ég mátti velja hvað netfangi mitt yrði, þegar voru engin netfang til. Þannig ég veit ekki hvort ég á ennþá alla HÍ, það gæti alveg verið að vera ennþá lifandi einhvers staðar. En svo settist ég inn á rannsóknarþjónustu HÍ og þessu var eins og ég sagði, framarlega í stafrænni, notkun stafrænna miðla þá, sem voru fáir. Og Ágúst kynnti fyrir mér mjög stoltur samskiptaforrit.
sem ég myndi ekki, við vorum að rifja upp hvað það hét, mér myndi að héti GoFair en það var víst eitthvað allt annað, það hét First Class og það var pínu bara eins og Messenger eða Teams, mjög framalega og svo held ég að það hefði verið drepið, þetta forrit, ég veit ekki, en við vissum alltaf ekki hvað það var að gera við þetta, þannig að það var eiginlega aðalega bara verið að senda brandar á milli, þið veitir. Eins og þetta, já, en þetta bauð alveg upp á svona samskipti eins og við höfum á Teams í dag, þetta var, já, það er langt síðan og merkilegt, þannig að mér fannst þetta alveg geggjað, það var svo ung og mér finnst þetta óbúslega skemmtilegt. En í viðburðin hér í dag skipulagður af Rannís og sem hýsir landskrifstofu Erasmus Plus og allar þessara stóðverkefna sem Ágúst kom inn á. Og ég ætla bara aðeins rétt að setja tóninn. Það sem ég ætla að gera er að ég ætla annars vegar aðeins að tala árið og stafræna borgarvitund og hins vegar aðeins að tala þessi tækifæri sem Evrópskt samstarf veitir til að styðja við þetta starf. Og ég nú geta þess að mennta- og barnamálaráðuneytið hefur umsjón með þessu ári formlega á Íslandi og hefur falið miðstöð menntunar og skólaþjónustu að halda utan það og þar situr okkar fulltrúi í ákveðnu samráðshópi hagsmunaaðila og það er ýmsir viðburðir sem við erum þá að tengja og ráðuneytið og miðstöðin er að tengja við árið, er það ekki rétt hjá mér? Þannig að svona svo þessi formlegu hluti séu nú í lagi. Og í anda stafrænnar færni þá ákvað ég verið ekki með neina glærur, heldur verið bara að horfa á mig og þannig ég ætla aðeins að vera með smá inngang. Og þá byrja á því að spyrja, hvers vegna er mikilvægt að kenna stafræna borgarvitund og hvernig getum við betur innleitt hana á Íslandi? Og hvernig getur Evrópusamstarf í menntamálum opna tækifæri til að efla menntun, formlega, óformlega, æskulýðssamstarf þegar kemur að stafrænni borgarvitund. Nú þetta er, eins og ég segi, efni ráðstefnunar okkar í dag og við leiðum okkur aðeins inn í þessa spökulasjónir í tilefni þessu evrópska ári, annars vegar og hins vegar hvað var það hlutverk Rannís til að efla samstarf á sviðinu. Nú fræðsla á menntun, bæði formleg og óformleg, er auðvitað lykilatriði til að styðja við fólk á öllum aldri við að fóta sig í stafrænu samfélagi. Stafræn borgarvitund er mikilvæg til að maður geti lært, tengst öðrum, tekið virka þátt í samfélaginu og almennt lært hvernig við umgöngumst stafræna heiminn. Með því að læra á stafræna tækni öðlustu færni til að nýta hana sem best, ekki síst til að bæta upplýsingalæsi, sem er mikilvægt í dag, og vera betur í stakk búin til að greina þær upplýsingar sem á okkur dynja, efla þar gagnrýna hugsun og geta greint rétt frá röngu. Með virkri þáttöku í stafrænu umhverfi getum við byggt upp tengsl og tryggt að allir hafi tækifæri til að taka virka þátt í stafrænu samfélagi og þannig stuðla líka stafræn færni að inngildingu og virkri þáttöku í lýðræðissamfélagi. En hvernig finnum við, eftir þennan inngang, hvernig finnum við tækifæri til að komast í slíkt samstarf? Nú eins og Ágúst kom inn á, þá rekur Rannís landskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi og hefur gert til nokkurs tíma og þar koma líka þessi stuðningsverkefni sem þeir kennarar sem hér eru þekkja náttúrulega e-twinning, rafrænt skólasamstarf, e-pali á sviði fullorðinsfræðslu, Eurodesk sem kynir tækifæri fyrir ungt fólk og Europass sem að svona dokumenterar færni okkar og hæfni. Nú, Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að styðja við farsæla stafræna umbreytingu og yfirlýsing ESB stafræn réttindi og gildi í stafrænum heimi sendir skýr skilaboð. Samkvæmt henni á rafræn umbreyting að vera í þágu allra, alls fólks í Evrópu og allir Evrópubúar eiga rétt á því að geta nýtt tækifæri sér til gagns í daglegu lífi til að ná persónulegum markmiðum sínum á öruggan máta og í samræmi við borgaraleg réttindi. Þessu markmiðum verður ekki náð án þess að formleg og óformleg menntun efli getu allra til að lifa, starfa og læra saman í stafrænum heimi. Í núverandi Erasmus Plus samstarfsáætlun sem gildir 2021-2027 einmitt stafræn færni og stafrænir starfshættir eitt af 4 aðal áhersluatriðum sem liggur þvert á áætlunina. Og það þýðir náttúrulega menntun á öllum sektorum, allt frá leikgrunn, framhaldsskólum, fullorðinsfræðslu, háskólastig og starfsmenntun í atvinnulífinu og líka æskulýðsstarf.
Hvað þýðir það í praxis? Það þýðir að umsóknir og verkefni studd af Erasmus Plus sem hvetja til dæmis til að blanda saman tækifæri til náms og þjálfunar erlendis við rafrænt nám og samvinnu á netinu. Þau verkefni auka möguleika sína á að hljóta brautargengi í áætluninni. Þannig stefnir Erasmus Plus að því að ná til breiðari hóps með því að nýta upplýsingatækni, kenna rafræna ferni og snýst áherslan á stafræn málefni með miklu hlutum aðgengi og að veita fólki jöfn tækifæri til að fóta sig og finna sig í stafrænum heimi. Það er nú komin nokkur reynsla á þetta í núverandi áætlun og margir kennarar, nemendur, stofnanir hafa sótt slík verkefni sem að gerir okkur kleift að nýta betur tækifæri stafrænnar þróunar. Og ég ætla að vera með svona nokkra punkta hérna. Ég vil bara hlusta á mig, enga glærni. En nú hérna sjáum við að 63% íslenskra þátttakenda í núverandi áætlun segja að þeir hafi elt getu sína í notkun stafrænnar tækni. Hvað er það? Tölvu, tækni, net, samfélagsmiðla notkun og sem styður við námstörf og aðra þætti daglegs lífs. Og frá því að áætlun tók gildi 21 hafa 53 samstarfsverkefni leitt af íslenskum aðilum sem snúa stafrænni þróun verið styrkt. Og þar á meðal er þetta að efla stafræna borgarvitund. Og fyrir utan það þá eru 51 verkefni sem íslenski samstarfsaðilar taka þátt í en leiða ekki endilega. Einnig sem að fókusa á Evrópusamstarfi í stafrænum málefnum. En það er ekki bara Erasmus Plus, það leynast fjölmörg tækifæri til samstarfs og eins og við myndust á áðan, þá eru mörg þessara stóðverkefna sem að fagna stórafmælum á árinu og mörg ekki þekkja þessi stóðverkefni. En hlutverk þeirra í rauninni grunninn að styðja við þátttöku í Erasmus Plus áætluninni, koma á samstarfi sem leiðir þá til einhverja þróunar og fleira. Og það er fyrst að telja e-twinning, rafrænt skólasamstarf, sem fagnar 20 ára afmæli í dag. Og e-twinning er samstarfsvettvangur kennara og skóla í Evrópu sem hefur í gegnum árin elt skapandi, lýðræðislegt og alþjóðlegt nám. Og við viljum hampa því sem vel er gert í þessum efnum og eitt af myndböndunum sem við sjáum hér á eftir til dæmis sýnir fram á eitt af þeim fjölmörg frábæru verkefnum sem studd eru af e-twinning. Nú svo er það EPALE sem að ef einhverju hér eru frekar í fullorðinsfræðslu eða þeim geira, að það er EPALE, það hefur verið til í 10 ár. En það er einmitt rafrænn vettvangur fyrir fagfólk í fullorðinsfræðslu, þar sem deilt er efni, tækifærum og aðferðum í símenntun og framhaldsfræðslu. Svo er það Europass sem er 20 ára á árinu og það var einmitt eitt af fyrstu Evrópuverkefninu sem ég hafði umsjón með. Þá var það starfsmennta vegabréf. Það var tilraun Evrópusambandsins til þess að viðurkenna starfsnám og starfsþjálfun á milli landa. En það hefur þróast og er orðið núna samræmt kerfi fyrir skráning á færni og hæfni. Þeir þekki kannski evrópska CV eða evrópsku ferilskrána sem er svona miðpunktur og þungamiðja Europass. En svo er komið háskóla, diploma supplement og það er starfsmennta vegabréf og það eru fleiri svona viðurkenningar pappírar á færni og hæfni í þeirri möppu. Svo er það loks Eurodesk sem að kynnir tækifæri fyrir ungt fólk í starfi, námi og sjálfboðastörfum. Það hefur verið til í 35 ár. Ísland hefur reyndar ekki verið með í því alveg frá upphafi, held ég. Nei, einmitt akkurat. En það er núna rekið líka hjá Landsskrifstofu Erasmus Plus og er svona upplýsinganet og veitir upplýsingar þessi tækifæri. Og fyrir utan það að finna þetta á heimasíðu Rannís og heimasíðu Landsskrifstofu Erasmus Plus, þá eiga öll þessi verkefni sínar síður, þannig þið getið fara á epale.is, europass.is, e-twinning.is og kynnt ykkur verkefni nánar. Og hér á eftir þá munum við einmitt hampa eða kannski líta helst til e-twinning sem er 20 ára. Það var stofnað á 2005 og er í dag hluti af Erasmus Plus. Markmiðið er fyrst og fremst að tengja kennar og skóla í Evrópu og leiða þau oft til samstarfs. Og þetta hefur verið frábært tækifæri fyrir land eins og Ísland sem er svona fjarlægt meginlandinu. En þarna hefur algjörlega rafrænt samstarf orðið til og algjörlega vaxið. Og þetta er bæði nemendur og kennarar, það er að deila efni,
það hægt að tengja skólastofur þar sem nemendur fá þjálfun í samskiptum, færni að vinna saman, fjölmenningarlegi vitund, svona meðvitund eld og svo læra þau líka netöryggi og upplýsingalæsi. Og ávinningu fyrir kennara á skóla fyrst og fremst bara fagleg þróun og þetta evrópska tengslanið sem oft leiðir til frekari samstarfs og verkefni nýtast bæði kennurum og nemendum. Þannig að nú bara lítum við til þessa 20 ára afmælis og hvetjum ykkur til að kynna ykkur ítvinning. Við erum alltaf að auka samstarfið þar. Við erum með ítvinning sendiherra allt land sem að kannski starfa í ykkar skólum og endilega setjið ykkur í samband við okkur varðandi ítvinning. Nú svo að lokum þá vil ég minna á að annað hvort ár þá veitir Erasmus Plus gæðaviðurkenningu sem að heitir núna European Innovative Teaching Award og veitir viðurkenningar fyrir nýsköpun í kennslu og samstarfi og þessi gæðaviðurkenningu eru veitt í haust og að þessu sinni þá höfum við einhverjum hafa heyrt evrópska tungumálamerkið, European Language Label. Það verður nú hluti af þessu og það verður sérstaklega litið til þess að verkefni borgarvitund og lýðræðislega þáttöku geta skráð sig og eiga mjög góða möguleika á að vinna þessa gæðaviðurkenningu og bara svona bendi ykkur á að þið getið sótt þessa viðurkenningu fyrir 15. júní næstkomandi. Þannig að þetta var það sem ég vildi segja, tala stafræna borgarvitund, Evrópuárið og bendi ykkur á tækifærin sem við munum síðan kynnast betur hér í dag. Takk. Takk fyrir þetta, takk fyrir að minna mig á þessa fortíð okkar í upplýsingatækninni, en ég held að við höfum verið þokkalega framalega sendandi tölvupósta á milli, bara þarna strax 94-95 og sendandi gögn á milli, þegar aðrir voru að senda fax, ég man eftir því líka, en ekki bara við vorum framalega, þegar ég horfi yfir þessa rúmlega 30 ára sögu, þá og ég náttúrulega alls ekki hlutlaus. Ég er búin að bera ábyrgð á mörgum af þessum þáttum sem hér hafa verið taldir upp, svona með beinum og óbeinum hætti í gegnum tíðina. En ég er mjög stoltur af því hvernig Íslendingar hafa tekið þátt, hvernig þeir hafa nýtt þessi tækifæri og þeim árangri sem að íslenski þáttakendur og þá kannski alveg sérstaklega íslenska skólakerfi, þú veist, frá leikskóla og upp í háskóla, hefur nýtt tækifærin í þessu samstarfi. Ég held að hafi haft alveg heilmikil áhrif til góðs, ég held að hafi haft alveg heilmikil áhrif á að við erum, held ég, stöndum þokkalega svona í tæknilæsi, það hefur hjálpað okkur að takast á við breytta veruleika með svona meira fjölmenningarsamfélagi, það hefur opnað svo gríðarlega mikið upp í íslensku samfélagi, þessi Evrópuvegferð sem eru búin að vera á í rúmlega 3 áratugi og erum þannig hluti af Evrópuvegferðinni þó við séum ekki hluti af sjálfu Evrópusambandinu. Ég held hún hafi verið vegferð til góðs. Bara mín prívat skoðun sem ekki hlutlaus. En nú ætlum við að fá 2 sögur, fá smá innsýn í spennandi verkefni sem hafa verið unnin í samstarfi eins og nánast öll Evrópuverkefni eru og hafa stuðlað að stafrænni borgarvitund. Fyrst víkur söguna Verslunarskóla Íslands sem að hefur árabil verið öflugur þáttakandi bæði í ítvinning og sérstaklega í ítvinning og í Erasmus Plus. En í Erasmus hafði tekið þátt í náms- og þjálfunarverkefnum og í samstarfsverkefnum. Skólinn í hópi þeirra stofnana sem að fengu aðild bara strax í upphafi þegar það var farið að veita svona formlega aðild að áætluninni. Og þeir hafa nýtt áætlunina til þess að gefa fjölmörgum nemendum og starfsfólki tækifæri að taka þátt í erlendu samstarfi. Svo má ekki gleyma því árið 2023 fékk Versló Evrópuverðlaunin fyrir nýsköpun í kennslu fyrir samstarfsverkefni Technology in Education and Everyday Life, The Path to Digital Citizenship, sem stýrði. Þannig að nú fæ ég fyrstu leksíuna í hvað Digital Citizenship stendur fyrir. Strax á eftir, eins og ég sé ekki að koma hér óþarlega oft upp, þá munum við fara í heimsókn til Húsavíkur
My hometown, ekki. Þar sem við kynnumst betur þekkinganetti Þingeyinga og því öfluga starfi sem þar unnið í símenntun, náms- og starfsráðgjöf og rannsóknum í þágu samfélagsins. Stofnunin þjónustar fólk og vinnustæði með fjölbreyttri fræðslu og stuðningi við fjarnám og tekur virkan þátt í Evrópusamstarfi og ég held að ég sé búin að gera það lengi á Húsavík. Og eitt af þeirra flottu verkefnum Special sem að eflir ungt fólk utan vinnu, náms- og starfsþjálfun til að nýta tækifæri sem skapast í stafrænu samfélagi. Ég man eftir þáttöku frá Húsavík í mjög flottum verkefnum alveg fyrir 20 árum síðan eitthvað. Þannig ég held að gildi bæði Vestló og þarna Húsavík hefur búin að vera þátttakendur mjög lengi og hafa nýtt tækifæri vel og þannig held ég mjög góð dæmi þar sem ég var hér prívat að velta hjálpa. Please, takk. Af hverju þarf að kenna og efla stafræna borgaravitund? Það nú einfaldlega vegna þess að stór hluti okkar lífs fer fram á netinu í dag og sérstaklega ungt fólk mikið að nota netið, sér til upplýsingaöflunar, sér til fréttaöflunar og svo framvegis og að vera gagnrýnin á það sem að gerast á netinu, kunna að nota það bara gríðarlega mikilvægt í þeim heimi sem við lifum í dag. Nú, það náttúrulega bara svo mikilvægt að upplýsingarnar sem við öflum okkar séu réttar og við séum að fá rökréttar upplýsingar atburðina sem í gangi í heiminum og þá geta samfélagsmiðlar stundum skemmt svolítið fyrir því að við myndum okkur hlutlausa skoðun en við erum líka bara svo kynslóð sem að fá bara töluvert magn af upplýsingum okkur minnst og tegi alltaf einhvern veginn á samfélagsmiðlum á bara TikTok sem bara sífellt að upplýsinga og bara sérstaklega lengra, þegar við erum svona ung þá erum við miklu næmari fyrir skoðunum og upplýsingum, við erum ekki búin að móta okkur jafn svona fasta skoðanir og andilega hlutur fólk bókja. Já, það bara, mér finnst vera brýn nauðsyn fyrir því að fleiri fái þetta nám sem við erum að fá og ég held að kynslóðin okkar gæti verið bara miklu betri, miklu upplýstari ef að allir fengi þessi möguleika sem við höfum verið að fá núna alþjóðabrautin í Vestló að læra hvernig á að afla sér upplýsinga, að læra hvernig vinnubrögð maður á að tilengja sér. Ég held að kynslóðin myndi almennt bara vera bættari ef allir fengi aðgang á þessu. En já, náttúrulega við í alþjóðadeildinni höfum verið að ferðast í Erasmus-verkefnum, við fórum til Parísar sem náttúrulega bara var mjög gefandi. Við tókum á móti frökkum og fórum svo út til þeirra og bara kynntumst þessum skóla þeirra sem bara með allt aðra kennslu aðferðir og svona mjög áhugavert að sjá það. En svo höfum við líka verið að fara, við fórum til Brussel og það var bara mjög mikilvægt að fara þangað og sjá bara alla möguleikana, bara hvað hægt að gera, bara við komum mörg heim til Íslands, bara ok, ég ætla að flytja til Brussel, ég ætla í starfsnám, í NATO, og vorum bara öll ógeðslega spennt fyrir því sem bara mér hefði ekki dottið í hug ef ég hefði ekki verið þarna og séð þetta og bara fengið kynningu á þessu. Já, það virkar líka bara almennt sem mikið sjóndeildarhringinn að kynnast krökkum frá öðrum löndum og að fara í svona lítil skiptinám sem að Erasmus hefur verið að styrkja á alþjóðabrautinni í Vestló og það bara breytir heimsmyndinni mann svolítið að sjá hvernig þau lifa og fylgja þeim í skólanum í viku. Það sem stóð upp og hjá mér í þessu farðin var einmitt að komast inn í daglegt líf og upplifa það svona alltaf á nálgun einhvern veginn á svæðin eins og ég var nýbúinn að fara til Parísar áður við fórum bekkunum saman og þá var ég bara svona túristi, þarna var maður einhvern veginn ekki sömu borg, það var allt annað að vera þarna og komast inn í daglegt líf og fara með krökkunum í skólan og fá að gista heima frá krökkunum, það var alltaf þessi nálgun og einmitt við fórum til Brussel að fá að fara inn í stofnanir og heimsækja NATO og fá leiðsögn og fórum inn í EFTA líka og fengum að hitta fólk þar og það einhvern veginn hefur opnaði fullt af og nýjum möguleikum og maður einhvern veginn horfði allt einu svo á þetta. Já, mér finnst þetta frábæri leið að taka þátt í svona verkefni til að bara efla mig sem kennara og kynnast öðrum kennurum og komast út úr skólastofunum að kynnist nemendum á nýjan hátt og þetta styrkir mann bara sem kennar og ég hvet alla sem hafa tækifæri á að taka þátt í svona verkefni að gera það. Mér finnst ég bara betri kennari eftir að hafa tekið þátt í svona verkefni. Ég er búin að taka þátt í morgun.
Verkefnið bara byrjaði þannig að það var svona hugarflugssfundum og þar fórum við að ræða þennan svona mjög sérstaka markhóp sem ungt fólk sem ekki í námi, ekki í skóla og ekki neitt í þjálfun sem kalla NEETs á ensku og okkur langaði að gera eitthvað fyrir þennan hóp og fórum að stað með þetta að gera verkefni sem myndi styðja við bæði þá mjúka færni og svona efla fólk persónulega en einnig þá stafræna færni því við töldum að það var líka eitthvað sem myndi höfða kannski til einmitt þessa hóps. Þessi hópur sem að við hugsuðum út í upphafi mjög einangraður eða oft einangraður. Þessi krakkar sem eru heima í tölvunni og kunna mjög mikið og kunna miklu meira heldur en þau vita sjálf og við vildum einhvern veginn ná til þeirra til að sýna fram á að þau kunna þetta, þau vantar bara sjálfstraustið og efla þau pínu til að stíga skrefið og koma og gera eitthvað. Verkefnið byggðist þannig upp, kennsluefnið í verkefninu byggðist þannig upp að við byrjuðum á því að reyna að auka sjálfstraust og frumkvæði og svona efla þessa þekkingu sem þú hefur nú þegar og hvernig þú getur nýtt hana til að miðla áfram til annara. Verkefni tókst mjög vel nema það náttúrulega mjög erfitt að ná til þessa hóps og við höfum ennþá eftir að finna fullkomnu leið til að gera það. Við pröfukeyrðum með 2 hópum en það voru sárafáir í markhópnum sem tóku þátt en við notuðum samt, fengum ungt fólk bæði náttúrulega af erlendum uppruna og Íslendinga og það mátu allir verkefni þannig og það sem við prófuðum eins og þetta væri frábært tól til þess að einmitt fyrir þennan markhóp. Við gerðum námskrá sem bæði inniheldur hluti sem styðja við þessa mjúkufærni og svo líka við stafræna færni til að skoða svona þessa aðstæður og þarfir þessa markhóps. Þá nýttum við okkur hæfniramma Evrópusambandsins, LiveComp og Entrecomp. Erasmus Plus verkefnið gefur manni tækifæri til að gera hluti sem annars gæti ekki komið í framkvæmd og það eins og í þessu verkefni að geta unnið fyrir þennan markhóp. Það mjög gott eins og þessu tilfelli að hafa gert fjölding kennsluefni sem hægt að nýta þá fyrir ólíka hópa í þessum löndum. Þetta samstarf við ólíkar stofnanir í Evrópu hefur gefið okkur mikið og styrkt okkur í okkar starfi. Á heimasíðunni projectspecial.eu þar fræðsluefni sem allir geta nýtt sér. Þú getur hlaðið niður og breytti eftir hvað hendar þeim hópi sem þú ert að kenna. Þetta getur bæði verið fyrir framhaldsskóla og fyrir fullorðinsfræðslu og þarna til dæmis efni gróskuhugafar sem ég get mælt með. Það efni fyrir Fab Lab sem við hefum nýtt okkur Húsavík sem fyrir svona fyrstu skrefin í Fab Lab. Með svona alþjóðlegu samstarfi þá bara þú eykur víðsýni og opnar bara hugan fyrir nýjum hugmyndum og við erum sannarlega búin að gera það. Við erum alltaf að búa til eitthvað nýtt og reyna að efla okkur áfram. Aðeins, við ætlum nefnilega að fara í pallspor en áður en við ætlum að gera það þá ætlum við aðeins að spyrja nokkrar spurningar. Eva Einarsdóttir, kynningastjóri Landsskrifstofu Erasmus Plus ætlar að leiða okkur í gegnum það. Takk. Gott að vera með ykkur í dag og gaman að sjá ný og kunnuleg andlit. En við ætlum aðeins að fá forðnust ykkur þegar við erum búin að segja allavega frá okkur. Og þarna tæknin Þannig að við erum dálítið forvitin svona að heyra hverjir með okkur í salnum í dag og þetta fjölbreyttur hópur held ég. En við getum alltaf verið að læra eitthvað, þannig ég hvet ykkur til að nota QR-kóðan eða fara inn á menti.com og slá inn þennan kóða.
gefa ykkur rétt tíma í það og meðan bara virði ég fyrir mér salin. Hvor er det beige som har nått på? Ok, bye. Takk fyrir. Takk fyrir. En já, við bara svona, við fórum að forritnast og okkur langar hans að vita meir ykkur og svona ykkar, svona það sem þið eruð að sýsla með. Þannig að bara fyrsta spurningin í rauninni þá bara, hver eru með okkur hérna í dag? Og þarna kemur meðal annars ég kennari, ég sinni fræðslu, ég vinni stoðþjónustu, ég vinni á hagsmunasamtökum, ég vinni opinberri stjórnsýslu, ég vinni við stafræna þróun og annað. Já, ok, kennari, stjórnsýsla, jafntefli, nei, býtu. Ok, þetta svo sem kemur ekkert á óvart niðurstaðan, en það er alltaf gaman aðeins að finna fyrir hverjir eru með okkur og hverjir eru að taka þátt í verkefnum og svo framvegis. Eigum að vinda okkur yfir í næstu og þá er það, hversu góðan skilning telur þú þig hafa á hugtakinu stafræn borgaravitund? Þetta verður spennandi. Ok. Það gefur að skilja að það eru þetta margir sem skráðu sig hér í dag og eru að taka þátt, þannig að við svona vonumst til að sjá kannski cirka þessa tölur. En að því sögðu þá erum við þetta hérna þannig að ef að skilningurinn mætti vera meiri og að þá þetta eru við hér í dag til að fræðast og ég get alveg sagt að frá því að við byrjum að undirbúa þessa ráðstefnu þá hef ég lært heilmikið og er að læra á hverjum degi, alveg eins og það á að vera. Ok. Og við förum yfir í næstu spurningu. Hefur þú haft aðkomu að kennslu, fræðslu, þjálfun eða upplýsingamiðlun í tengslu við stafræna borgaravitund? Og svörin bara, ég lesi hérna á meðan þeir eru að skrifa, ég hef reglulega aðkomu að slíkum verkefnum, já en ég hef sjaldan aðkomu að slíkum verkefnum, nei ég hef aldrei haft aðkomu að slíkum verkefnum. Sem er alveg dágóður hluti. Þannig að þetta er áhugavert að sjá en líka gaman að sjá hversu mörg ykkar hafa tekið þátt. Og við förum yfir í næstu spurningu. Hefur þú tekið þátt í Erasmus Plus og eða ítvinningverkefni? Ég hef tekið þátt í Erasmus-verkefni, ég hef tekið þátt í ítvinningverkefni, ég hef tekið þátt í bæði Erasmus og ítvinningverkefnum, ég hef ekki tekið þátt í Erasmus eða ítvinningverkefnum. En þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur því það er svo sannarlega tækifæri til að taka þátt. En þá hendur að koma inn, en gaman að sjá hversu margir hafa tekið þátt. Og við skulum vinda okkur yfir í næstu spurningu. Ef þú hefur tekið þátt í Erasmus Plus og eða ítvinningverkefnum, hver var mesti ávinningurinn fyrir þig eða þína stofnun? Og þið getið valið alltaf 3 atriði. Þetta verður áhugavert að sjá. Það má heyra saumnál. Þetta er góð. Svo mikil einbeiting. Ok, öflugra alþjóðlegt tengslanet. Það er auðvitað það sem við erum mjög ánægð að sjá það við hjá Rannís. Bætt persónuleg færni, alltaf mjög mikilvægt. Svo þetta ný þekking, nýja lausnir, nýjar kennsluaðferðir, bætt stefnumótun. Þannig að það eru allir að tikka inn í eitthvað af þessum boxum. Og það eru enn að koma inn. En já, öflugra alþjóðlegt tengslanet stendur uppi og það er auðvitað frábært að sjá. Svo að lokum, í einu orði, hvernig líður þér gagnvart viðfangsefni dagsins? Og hér bara getur maður verið staðlaður eða creative. Allt sem maður vill og velkomin. Frábærlega, vel, forvitin, áhugasöm, spenntur, vongóð, glöð. Alltaf gaman að sjá niðurstöðunar. Það er allavega vantar ekki jákvæðni eða forvitni, þannig að fólk er hér komið til að læra og það er nákvæmlega það sem við vonumst eftir að sé það sem þið takið með ykkur í næsti heim.
Þetta heldur áfram að koma, þannig að við leifum svo aðeins að standa. Tvístigandi, það má. Nýjar hugmyndir, framtíð, ótrúlega gaman að sjá og við tökum auðvitað þetta með okkur bæðin í daginn og í næstin í helgina. En þá erum við bara, takk fyrir þetta, nú vitum við aðeins meira hver þið eruð og svo auðvitað á eftir munum við vera hérna öll til spjalls þannig að þið getið kynnst okkur og vitið aðeins meira hver við erum, en við höldum áfram hér með dagskrárna og takk fyrir þátttökuna. Takk fyrir þetta, mér láðist að geta þess að við erum að taka þetta upp. Við erum alltaf að læra líka og við ætlum að gera þetta aðgengilegt á vefnum seinna, við erum ekki að senda þetta út í beinu streymi, bara. Áður ég kynni pallborðið sem nú komið þarna upp á skjáinn, langar mig að kommentera á myndböndin. Strákurinn og Vestló sagði, það breytti heimsmyndin. Það er akkúrat það sem við erum að vonast til. Það var akkúrat það sem Robert Schumann hafði í huga. Hann sagði, við verðum að vinna meira saman. Við verðum að tengja samfélagin betur saman. Og ein megin hvötin á bakvið það er að þá er fólk síður líklegt til þess að vera tilbúið að fara í stríði hvert annað. Og þetta er mjög þörf ábending akkurat í dag. Þetta er grunnhugsjónin á bakvið nánara samstarf Evrópuríkjanna. Við þurfum að vinna saman til þess að við höldum friðinn hvort við annað sem ólíkar þjóðir sem að byggjum þessa heimsálfu. Það var veist um þessa heimsálfu og heiminn allan í dag. Og hin skilaboðin frá Húsavík. Við þurfum að ná til allra og kannski alveg sérstaklega þeirra sem eru á einhvern máta á jaðrinum eða utanhjálp. Að því búinu ég að kynna hér inn pallborðið, af hverju er kennsla stafrænnar borgaravísindar og aðkallandi og hvernig hefur hún verið innleidd á Íslandi og ég ætla að biðja ykkur að koma hér upp. Bergþóra Þórhallsdóttir, verkefnisstjóri í upplýsingatækni hjá Menntasviði Kópavogsbæjar, Elín Snæfríður Maximiliansdóttir Konráð, nemandi sem kom fyrir í vídeónu hérna áðan, Sigurjón Lá Fox, sérfræðingur hjá Heimili og skóla og Svava Pétursdóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég er að passa að tala í mikrofóninn og þið líka hérna þegar við svarið. Sko við kannski bara byrjum á kvikmyndastöðinni sem var í myndbandinu að sko hvernig finnst þér að sko fræðsla stafræna borgaravitund geti stuðlað að inngildingu, svona öruggu og lýðræðislegu netumhverfi og bara betra samfélag? Svona í sambandi við inngildingu og í rauninni að efla allir fái sömu tækifæri, þá finnst mér mjög mikilvægt að þetta sé ekki tengt brautarvali. Nú hef ég verið mjög heppin að vera á alþjóðabraut Vestló og ég er að útskrifast eftir bara eitthvað 2 vikur og ég fengi þar í náminu að fara í alls konar svona míniskiptinám, til dæmis til Amsterdam og til Frakklands og líka bara fengi að læra alls konar upplýsingaóreiðu, samsæriskenningar núna í sérstökum áfanga í alþjóðafræði 2. Mér finnst að allir ættu að fá sömu möguleika til að fræða sig svona. Mér finnst að þetta ætti að vera í rauninni skylda, alveg eins og kynfræðsla er skylda, því það er svo brýn nauðsyn fyrir því að allir séu meðvitaðir samfélagið sem er að breytast svo hratt í dag. Þannig mér finnst að þetta ætti að vera bundið mögulega bara í stjórnarskrána okkar eða bara sett krafa almenna þekkingu á þessu sviði. Er það ekki í Draghi-skýrslunni sem er lagt til að allir evrópskir nemendur eigi tækifæri á einhvers konar mobility? Draghi er sem sagt fyrrverandi forsætisráðherra í Ítalíu ef ég man þetta rétt. Hann er sammálaður. Honum finnst að allir nemendur í Evrópu eigi á einhverju stigi í sínu námi að fá tækifæri til þess að taka þátt í einhvers konar
mobility, fara einhvert kynnast einhverju, upplifa aðra menningu. Þannig að við skulum vona að sú pólitíska rödd hafi aukið vægi í Evrópu framtíðarinn, því nú eru menn að byrja að huga að næstu kynslóðaáætlana sem að kemur frá árinu 2027-2028. Þannig að vonandi heyrist þessi rödd sem að þú ert að koma hérna með hærra í framtíðinni. En þá skulum við fara til hérna sérfræðingana. Ég er kannski aðeins nær því að skilja eitthvað hvað stafræn borgaravitund og hvernig þið sjáu svona stöðu, mér langar að vita aðeins hvað ykkur finnst það og hvernig þið sjáu stöðu svona málaflokksins, svona tækifæri áskoranir í svona íslensku samhengi, og ég ætla bara að taka þetta hérna í stafrófsvið, bara að byrja Bergþóru. Já, ég náttúrulega kem frá skóladeildinni í Kópavogi og ég sé þetta náttúrulega með augum menntakerfisins, þannig séð að við eigum að byrja á að kenna þetta sem fyrst, helst í leikskóla, hvernig við umgöngumst skjái og tækni, og þar samstarfi foreldra mjög brýnt, alveg frá upphafi, og við höfum verið í samstarfsverkefni sem að við leggjum mikla áherslu á að foreldra séu tengdir við það sem að við erum að gera. Áherslan teljum við mjög brýna, við fórum af stað vegna þess að okkur fannst þetta vanta. Við fórum inn í námskrárvinnu eða tengdumst henni og lögðum áherslu á að þetta væri bara ein af lykilhæfninni sem að við þyrstum að koma inn, en þetta rataði inn í upplýsingatækni námsgreinina sem tónast kannski svolítið við að þetta bindir tengist ákveðnu sviði í Versló. Auðvitað þetta bara á þetta að vera allstaðar, þetta á ekki að tengjast einhverju einni námsgrein eða einu sviði, þannig að það kannski svona það sem að ég sé, en síðan bara íslensk þjóð sem svona lítil og sæt út í hafi, að hún getur verið að gera svo margt spennandi. Það er stutt á milli stofnana, við erum að vinna saman hérna, Heimili og skóli, SAFT, fjölmiðlanefnd, RÚV, allar þessar stofnanir, Háskólinn. Við vinnum öll mjög þétt saman og það held ég alveg til fyrirmyndar. MMS, bara við erum ein fjölskylda að vinna að þessu málum. Þannig ég mjög stolt af því. Já, það gott að kannski við til þín Sigurjón þá. Bæði þetta sama svo með tækifæri áskoranir, líka borgaravitundar hugtakið, hvar kemur það inn í þetta? Stafræn borgaravitund, það ég ennþá aðeins að stregla bara við hugtakið, Já, þetta svolítið háfleygt hugtak, En mér fannst þær svo sem ná að útskýra það nokkuð vel sem að voru undan mér og eins og Bergþóra var að tala um að þá Ísland, smæðin ábærslu styrkur fyrir okkur í að vera bara í rauninni kraftmikil og leiðandi á þessu sviði. Stafræn borgaravitund, þetta í rauninni bara að við náum svolítið að búa til samfélag þar sem að í rauninni almenningur getur tekið lýðræðislegan þátt í samfélaginu í gegnum stafræna vitund. Ok, maður það kannski spyrja þig, Svava, stöndum við framalega? Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hvar við stöndum að þessu leitin í samanburði við önnur land? Á margan hátt stöndum við framalega. Ég það sem heitir talsmaður stafræna borgaravitund fyrir Evrópuráðið á vegum Íslands, þar sem 47 aðildarríkin eru með netverk þar sem eru að vinna saman að eflingu menntunar og stafræna borgaravitund. Það ekki öll lönd sem hafa til dæmis svona starfstalsmann. Og þú byrjaði samt á hann að spyrja stöðuna. Og ég dálítið bjartsýn með stöðunni því að það hefur gerst núna á þessu ári að nú það komið inn í aðalnámskrá grunnskóla að það eigi að kenna stafræna borgaravitund og orðið komið þar og hæfni viðmið fyrir alla aldursflokka. Þannig að staðan góð á því leyti. Og svo líka svo jákvætt hvað samstagsneti sem Bergþóra að tala búið að vera að útvega okkur námsefni
og þýða námsefni og setja það fram fyrir íslenska kennara með kennsluleiðbeiningum og næsta skref verður upp útbúa efni fyrir foreldra. Það sem að veikilekkurinn það einmitt það sem spurði síðast það borgarvitundina. Því að efni sem var fyrir valinu amerískt og þar ekki mjög sterk áhersla á borgarvitundina. En borgarvitundina gengur akkurat út af það sem Sigurjón sagði að menntunin eigi að verða til þess að þú sért ekki bara öruggur í hinum stafræna heimi því að yfirleitt þegar ég kenni nemendum mínum í stafræna borgarvitund þá fá þau svona tómt andlit, ekki alveg viss hvað ég að tala en ef ég segi netöryggi eða miðlaleysi, já, við skiljum það. En hvað þýðir stafræn borgarvitund? Það þýðir það að við séum að mennta til þess að við sendum tilvonandi borgara landsins út í heiminn með þá þekkingu og færni og hæfni sem þarf til þess að vera virkur þáttakandi á öllum sviðum og ekki bara virkur þáttakandi heldur sem að geta unnið að betra samfélagi, til dæmis með inngildinguna að við tökum alla hópa með inn í umræðuna og ég tek oft eldri borgara sem dæmi hóp sem svolítið útilokaður úr stafræna heimi verður þá ekki virkur þáttakandi í stafræna heimi því að hann vantar þekkingu. Þannig að þetta í rauninni svona, maður þarf þekkingu á tækninni, hvernig maður á beitinni til þess að verða virkur og góðu þekkt. Maður þarf líka á þekkingu til þess að sé ekki fara illa með mann, en líka á þekkingu til þess að vinna að góðu í samfélaginu og að allir séu með. Maður þá spyrja þig Elín, og til hamingju með að vera útskrifast. Takk fyrir. Finnst þér þú vera vel undirbúin með tilliti til svona stafrænnar hæfni eða til þess að vera þáttakandi, vera svona góður stafræn borgari og eiginlega önnur svona undirspurning, svona finnst þér þú örugg í einum stafræna heimi? Já, sem útskriftanemi af Alþjóðabraut Versló finnst mér ég vera það. En aftur á móti þá veit ég ekki hvernig möguleika aðrir að fá. Mér finnst mjög mikilvægt að allir fái sömu möguleika og Versló hefur gefið mér varðandi þessa tilteknu fræðslu og mér finnst mjög mikilvægt að loforðunum þessa fræðslu sé framfylgt jafnt til allra og allir fái möguleika á að mynda sér þessa hæfni og fá þessi tól, fá þessa fræðslu sem við höfum fengið. Þetta náttúrulega gríðarlega mikilvæg forvörn, bara fyrst og fremst að vera að læra eins og við höfum verið að læra í Versló, hvernig maður á að sí út falsfréttir, hvernig maður á að horfast í augu við samsæriskenningar og hvar maður afla sér upplýsinga. Og mér finnst með námið mitt úr Versló, með það sem við næsti, finnst mér ég vera tiltölulega vel undirbúin. En finnst þér þú örugg í einum stafræna heimi? Maður heyrir svolítið, maður heyrir út undan sér að sem fólk upplifi óryggi, það sé einelti og það sé alls konar sem að gerist í hinum stafræna heimi sem kannski ekki mjög sýnilegt. Já, ég meina í sambandi við einelti þá finnst mér Ísland vera að takast mjög vel á við það, en svo mjög áhugavert að sérstaklega eftir þessi skiptinám til Frakklands eins og ég fór með Versló og til Amsterdam og líka bara skiptinám árum mitt til Þýskalands þar sem ég dvaldi 1 ár. Þá hef ég fengið svona svolítið annars sjónarhorn inn í þeirra heim, að ég hef tekið eftir því að þau fá mjög góða fræðslu hvað þetta varðar og þau þýskir nemendur og þýskir unglingar eru svona að meðaltali meðvitaðri þær upplýsingar sem eru að koma frá þeim á samfélagsmiðlum og þeir eru meira svona hikandi með það sem þeir deila, nota meira WhatsApp og Signal. Og ég held að einmitt í dag ættum við að vera að passa þetta betur hvar við erum að deila viðkvæmu upplýsingunum okkar. Þannig að já, í sambandi við öryggi þá finnst mér að við ættum í öllu falli líka að taka tillit til þess að fræða unglingan okkar hvaða miðlar eru öryggir. Ok, og þar kannski kemur námskráin inn í og það líka kannski hlutverk heimili og skóla að því að Elín segir það er mikilvægt að allir fái. Þú ert greinilega á svolítið framsækinni braut ef ég má orða það skilja á þessu sviði og náttúrulega líka bara hvað alþjóðarreynsluna varðar. En það ekki hlutverk þá námskrár og kannski samtaka eins og heimili og skóli að passa upp á það að það fá allir svolítið það sami við beinið til þín? Segir hann. Jú, þú veist, ég er búin að fara út all land og vera að tala til dæmis netöryggi og netnotkun við foreldra og svona svo kynslóð af foreldrum sem kannski
á mínum aldri í dag, við ólust upp við yrkið, það sem var ASK, það svona smá breyting frá því sem í gangi í dag. Þannig að foreldrar eru svona almenn bara frekar óöryggir. Þeim vantar oft svona tækifæri, tól, svona tips and tricks, bara hvernig, svo ég sletti nú hérna í húsið í íslensku, skammast mér fyrir það, en já, sko foreldrar eru óbáslega mikið að svona bara kalla eftir, þeir, sko, svo kynslóð sem á þínum aldri, þau alast náttúrulega bara upp með snjalltækin í höndunum og þetta þetta miklu eðlilegra fyrir þau heldur en svona okkur sem erum miðaldra og þurftum svolítið að læra þetta. Þannig að, já, það er mjög mikilvægt að fræða sem sagt fullorðið fólk og eldri borgara eins og hún Svava talaði áðan. Ég meina, barnabörnin mín eru náttúrulega svo sem, sko, þau eru á leikskóla aldrei þegar þau eru komin með einhvers konar tækni milli handana. Ef ég fæ að horfa hér á hérna yfir til þín Bergþóra, skilurðu, hvað það sem að, hvers konar stuðningur það sem að, já, bæði sveitarfélögin, þú veist bara kennarar, þjálfarar, foreldrar, sko þurfa mest á að halda til þess að efla stafræna vitund? Já, ég held að sé fyrst og fremst fræðsla til foreldra og fræðsla til nemenda, fræðsla til kennara, því þeir eru óöryggi líka með hvernig þeir eiga að kenna þetta og þetta rosalega mikið byggt á samræðu aðferðum og það ekki kannski svona lenska allavega ekki í grunnskólakerfinu að vera mikið í samræðu aðferðum. Það allavega meira svona verið að vinna eftir bókum og jú, reyndar í þemavinnu og hópvinnu og slíku, en samræðu aðferðina það mætti styðja betur eða draga það meira fram í þessari vinnu og krakkarnir vilja ræðum þetta. Þau vilja meira eins og kom fram í meistaraprófsritgerð hans Sæmundar sem að í rauninni var svona forsprakkin í þessu efni sem við vorum að þýða að krakkarnir vildu svona meira ræða drama sem var að koma upp á netmiðlunum og ég held að við ættum að bara gefa þessu pláss, það sé aðalatrið og að styðja foreldrana og eins og ég segi tengja þau við það sem við erum að fræða þau þannig að þau komi með af því að þau fengu þetta ekki á sínum tíma kannski á sinni skólagöngu, þannig að við þurfum svolítið að hafa foreldrana með og vera með þau með í umræðinni. En hvert þá hlutverk sko Menntavísindasvið Háskóla Íslands og reyndar fleiri háskóla sem að mennta kennara? Veist, hvernig þetta, hvað tökum þetta tekið svo ég passa nú á slett ekki hvernig tökum þetta tekið að efla kennara í nákvæmlega þessu kennara nema og kennara? Já, nákvæmlega þessu sko höfum við fyrir nokkur árum síðan flétta þetta inn í námið þannig að þau fá bæði sína eigin stafrænu hæfni en líka hvernig þau geta kennt og að þau þekki hugtakið hvað þetta snýst sko, þannig að það okkar hlutverk en svo hefur náttúrulega háskóli líka verið að taka þátt í endurmenntuna tilboðum, við meðal annars settum fram menntafléttu námskeið fyrir nokkrum árum sem við höfum vonir til að gera svona netnámskeiði fyrir kennara en þú veist að annars spyrja hvað foreldrarnir þurfa? Já, sko, foreldrarnir þurfa líka stuðningur, ekki? Þannig að stundum þurfa kennarar að vera að mennta foreldra eða styðja foreldra allavega. En ég til dæmis nýbúin að rekast á mjög gott efni á vef umboðsmanns barna þar sem hann gerir leiðbeiningar vefsíðan sko hvað foreldrar geta rætt við börnin sín því að það að fyrsta skrefið að komast að því hvað eru krakkarnir að gera með tækni og hvað kunna þau og hvað þurfa þau leysa. Og ég er búin að tala við krakka sem hvernig þau nota símana sína og það er svo áhugavert hvernig þau endurspegla viðhorf foreldrana og þar séu hvað mikil breytt í foreldrahópnum því að sumir eru með þetta allt á tæru meðan aðrir eru með engar takmarkanir og engin ráð fyrir sín börn, þannig að það klárlega þarf einhver okkar að mennta foreldrana og foreldrar sjálfur að sækja sér þekkingu sko. Já, en þarna námskráin tekur ekki á þessu. Nei. Hún tekur aldrei á foreldranum. Nei. Þess vegna kannski hefur þessi umræða sko orðið dálítið sterkt í samráðsnetinu að við viljum nota þetta ár til þess að styðja við foreldrana því við vitum að skólakerfið ágætis siglingu en þarna þarf meiri stuðning við.
Já, bara endilega bættu við. Já, ég verði eiginlega að því að hún komi aðeins inn á símana. Ég held að betri leið til þess að kenna nemendum eða börnum umgengni síma. Það að afhenda þeim þá seinna í aldri. Það sé einhvert framtíðar pólísía, ekki vera að afhenda þeim símana bara á yngsta stigi grunnskóla. Ég held líka að við ættum meira að leggja áherslu á þessa fræðslu í staðan fyrir að ræða bönn, að þau séu meira meðvituð hvernig kenni ég barninu mínu á að umgangast þetta tæki og hvenar tel ég og hvenar ábyrgt að fara að afhenda þeim. Það sé miklu meira í umræðinu heldur en boð og bönn, því við vitum alveg að boð og bönn bara lögguleikur í skólum, sko. Og það eitthvað sem bara, já, þetta bara alltaf erfið umræða af því að við erum komin af stað með að allir nemendur, 96% nemenda hafa, eða 98% nemenda hafa síma. Við erum komið þangað og við erum bara komin á langt. Já, það eru símar og svo eru símar, hvað? Já, en við þurfum bara smátt að bakka, ekki vera að afhenda nemendum svona fljótt síma, við þurfum fyrst að kenna þeim. Eitt dæmi hjá okkur, kennu þeim hvernig við notum tjatt eða spjall og aftur afsaka ég að vera stödd í húsi íslenskunnar. Kennu þeim á þetta fyrst, alveg eins og við kenndum þeim að skrifa póstkort, sendibréf, í gamla daga, við lærðum það þannig var það ekki, öll. Við þurfum að kenna þeim að tjatta eða spjalla eða taka allavega umræðina með þeim og hvað að koma vel fram sem borgari í þannig spjalli. Það held ég það sem við þurfum að kenna áður en við opnum fyrir spjallið í tækjunum þeirra. Bara eitt kannski konkrétt dæmi. Þannig verður að gera greinarmuninn ekki á snjallsímum og símum. Yngstu barnabörnin mín eru með síma en ekki snjallsíma. Hvað varst þú gömul, Elín, þegar þú fyrsta snjallsíman? Sko, ég tel nú foreldra mín að hafa verið nokkuð stranga með það. Ég held að ég hafi verið kannski 13-14 ára þegar ég fekk svona fyrsta alvöru síman minn. En mér langaði líka bara að bæta við að sem málsvari ungu kynslóðarinnar þá hef ég tekið mjög mikið eftir því að börn þrá þetta, þau þrá að færa ábyrgðana úr höndum barnanna til foreldrana, að því að staðreyndin sú að við getum ekki verið að gefa 12-13 ára börnum þessa ábyrgð. Þetta eru mjög ávanabindandi tæki og nú vinn ég sjálf með börnum. Ég að kenna í skátarhreyfingunni á Íslandi og það var bókstaflega barn sem kom upp að mér daginn og þakkaði mér fyrir. Hún sagði, vá, mér finnst svo geggjað að síðan við hittast einu sinni í viku, ekki með neina síma og bara tala saman, leika saman, bara eyða tíma saman án þess að vera með síma. Þannig ég held að börn og unglingar á öllum aldri þrái þetta. Við þráum að þetta vald verði tekið úr höndum barnanna að því þau hafa ekki þroskan til þess að taka þessar ákvarðanir ennþá. Er heimil og skóli með einhverja leiðbeiningar eða einhver samstaða í þessum stærstu samtökum hvað þessi foreldra? Já, sko, bara til að bæta þess við þetta að þá ég á þeirri skoðun að sko, ef við horfum kannski 25-30 ár aftur í tíman þá þótt ekkert það óeðlilegt að unglingar kannski á aldrinum 13 til 16-17 ára væru með bakpókana neyri miðbæ helgar til 3 með landabrúsa í honum og allt þetta sko, ef við tökum þessa líkingu og líkjum henni svolítið við eins og samfélagsmiðla og unga fólki í dag, þú veist, við náttúrulega tækjum þetta ekki máli í dag að 13 ára krakka væri í bæ með bakbóka á landabrúsa, sko. Ég held að eftir svona 10 ár að þá eigum við eftir að horfa tilbaka og hugsa með okkur hvað vorum við að hugsa, að hleypa bara börnum niður í sko 6, 7, 8 ára inn á Snapchat og aðra samfélagsmiðla og við sko hugsum það svolítið eins og við erum að hugsa tilbaka núna með bakpókana niður í miðbæ fyrir 30 árum sko. Þannig að svona í fyrsta leiðan fermingu bara, já, og þá með náttúrulega bara mikilli fræðslu og vera búin að kenna börnunum hvernig á umgang svona miðla og allt það að þá, þú veist, þau eru náttúrulega að verða sko lýðræðislegi þáttakendur í samfélaginu og
og þau verða það í gegnum stafræna þekkingu seinna meir, þannig að við þurfum náttúrulega að kenna þeim á þetta þegar það er að kemur, þannig að ég held að foreldrar hennar staði sér bara nokkuð vel. Á þeim punkti, sko, mig langar að enda á spurningu sem tengist, þetta náttúrulega verði að tala aðeins Evrópusamstarf, en þú sagðir, mann voru að velja kennsluefni borgaravitund frá Bandaríkjunum, sem, kemur pínu á óvart. Getum við sjálf ekki þróa það, getur Evrópusamstarfið, þú veist, og spurningin er til ykkar allar, svona lokaspurningin, sko, hvernig getum við þróað efni og kennslu á íslensku, við erum í húsi íslenskunar, við skulum hafa hann svolítið hérna, hvað getum við gert og kannski hvernig getum við hjá Rannís með þessi Evrópuverkefni hjálpa það? Það hefur nú takað fram að sko, þetta bandaríska efni er mjög gott fyrir það sem það er, en það þarf að bæta í eyðurnar til upp á að við tökum inn alla þætti sem að eru innifaldir í stafrænu borgaravitund. Hitt er meira netöryggi og slíkt. Spurningi var... Hvernig höfum við ekki burðina til þess að þróa meira stuðningsefni, vegna sem það er kallað eftir meiri stuðningi við kennara, meiri stuðningi við foreldra. Við þurfum að gera þetta á íslensku, við þurfum líka að búa í margtengdum fjölmenningar heimi. Við höfum burðina það bara einhver að taka frumkvæðið og setja í það pening og þá er fólk tilbúið sem getur gert þetta sko. Þannig þetta snýst svolítið að það séu stuðningsaðilar eins og Erasmus áætlunin til dæmis sem að styðja við samstarfsverkefni. Já, ég held að það sé ekki spurning að það er hægt að gera margt í alþjóðasamstarfi, Evrópusamstarfi í þessum efnum. Það er bara... Kópavogsbær hefur verið, eftir minni nokkuð duglegur að taka þátt í verkefnum. Já, höfum verið í Hybrid Learning Community verkefni og svo höfum við verið í erum í Nordplus verkefni sem er kannski ekki alveg það sama en svipað og það er að gefa okkur rosalega mikið en innanlands samstarfi hefur gefið okkur mest, það er að segja akkurat á þessum tímapunkti, en núna eru við að miðla til annara ríkja, þannig að við fáum líka tilbaka kannski svona komment á það sem við höfum verið að gera, en varðandi ameríska efnið að þá var það þannig að það var ekkert efni til, við fórum af stað og fórum að leita að efni, það var ýmislegt sem SAFT var að gera, það var ýmislegt sem MMS hafi verið að gera og við tíndum þetta allt til og settum á svona bráðabirgðavef allt sem var á íslensku því að við þurfum að nota íslenskt efni, en síðan komumst við að því að Sæmundur Helgason sem var að vinna meistaraprófsverkefni, að hann var búinn að vera að þýða þetta ameríska efni sem hann mælti með og var að koma vel út og við tókum hann bara og í Kópavogi að því okkur vantaði meira efni og vildum fá hann bara til að þýða meira og fórum í svona samstarf sem hefur leitt okkur að miðstöð menntunar og samstarfi við þau og þau hafa verið með mikla innspýtingu í það verkefni, eins bara háskólinn, við vorum saman að vinna með að efla tengiliðina okkar í hverjum skóla sem voru í verkefninu og tóku þá og voru með það á svona námskeiði hjá menntavísindasviði og þar komu að allt þetta samstarf, Sigurður hjá SAFT og Sæmundur hjá Langholtsskóla og fleiri og við vorum svona að reyna að tengja þetta líka við hvernig förum við að því að innleiða þetta. Þannig að þetta var ekki nóg að þýða bara efnið og gefa það út, heldur þarf líka að hugsa það hvernig ætlum við að innleiða þetta inn í skólana og þetta hefur bara leitt svona eitt af öðru og stuttar boðleiðir hafa hjálpað okkur en netið er með stuttum boðleiðum og það er stutt til Evrópu. Já, en það líka gleður mig að ef þau eru þá að miðla til Evrópu, enda þér Elín kannski Sigurjón hlutverk ykkar inn í þess, þið eru tengdir inn í þetta net, ég meina ykkar svona aðkoma því að efla fræðslu og stuðning við foreldra. Já, það er ekki mikið efni til fyrir það, við erum að vinna efni núna sem sagt í tengslu við stafræna borgaravitundar árið
en eins og Bergþóra sagði áðan að það er fullt verið að gera út allt og innanlands líka og ég er semst kennari líka þannig að ég veit til dæmis að kennarar eru að gera alls konar efni bara fyrir sjálfan sig og sinn bekk og við þurfum bara að búa til svona grundvöld til þess að deila efninu svo það nýtist sem flestum og allavegna í hóp sem við erum saman í að það er mjög mikill vilji og það vilja allir semst hjálpast að og það skiptir óbærslega miklu máli í þessu sambandi sko. Það gleður mig að heyra að það er gott innlent samstarf. Við vorum uppskeruhátíð á öðrum vettvangi hér fyrir nokkrum dögum síðan þar sem kom fram að einn ávinningurinn að taka þátt í verkefnum og uppbyggingarsjóðsins var að kynnast Íslendingum þegar menn voru saman á verkefnafund erlendis til þess að efla samstarf innlendi vettvangi. En ég heyri það þið eru í mjög góðu samstarfi. Þannig að því að tíminn er akkurat búinn núna. Mér langar að enda á beina spurningu til Elínar. Ég var að leita góðu íslensku orði yfir imponeraður. Mér fannst nokkuð til þess koma að þú ert búin að vera í Þýskalandi, búin að fara til París og til Brussel. Ég ætla að giska og þú sést á leiðinni í háskólanám. Jú, ég stefna á lögfræðina. Og þá veistu af tækifærunum í Erasmus, þú getur farið í skiptinám í alltaf 1 ár bæði á bakkalárstigi og meistarastigi, þannig að það er nóg eftir í Evrópu. Hvert stefnir hugurinn? Sko, ég stefni í lögfræðina í haust, þannig að ég mun ekki geta farið í skiptinám alveg strax, en það er nú mikið af möguleikum á masterstiginu þar. En fyrst og fremst langum við bara að ná seinasta prófinu mínu á mánudaginn og vonandi ná að útskrifast. Nei, en mér langar bara svo mikið að bæta við líka í sambandi við seinustu spurninguna því að í sambandi við einmitt lokaverkefni mín úr Vestló þá tók ég svo rosalega áhugavert viðtal við Skúlabraga hjá fjölmiðlanefnd, Skúlabraga fjölmiðlafræðing og það sem hann hefur verið að gera er að fara með kynningu einmitt þetta í grunnskóla, til dæmis í grunnskólan hjá litlu systur minni og hefur verið að fræða foreldra og einmitt nemendurna líka akkurat þessar hættur sem að stafa af samfélagsmiðlum og mér finnst þetta að vera alveg frábær auðlind og sömuleiðis önnur geggjuð innlend auðlind sem við erum nú þegar með er námið sem ég hef verið að fá í Vestló sérstaklega á alþjóðabrautinni núna alþjóðafræði 2 heitir áfangin og þá höfum við verið að nota bara fréttir og myndbönd sem eru af hlutum sem að gerast núna til að fræða okkur og skapa okkur í rauninni svona afstöðu og mér finnst að þetta ætti að vera eitthvað sem að allir ættu að fá möguleika á að gera sérstaklega núna þegar það eru meiri falsfréttir og allt það að því að þetta getur haft bein áhrif á lýðræðið okkar sem að við ættum að standa vörð sérstaklega hjá unga fólkinu sem eyðir miklum tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að það séu bara ljómandi góð lokaorð fyrir þetta. Þakka ykkur kærlega fyrir allt fjögur. Það voru smá viðurkenningar vottur til þeirra. Nú ætlum við að fá 2 myndbönd í viðbót. Við ætlum að líta á góðan árangur af samstarfi í Evrópusamstarfinu og fá 2 myndbönd. Annað er ítvinning verkefni. Ítvinning er aðgengilegt eins og þið veit til skólasamfélaginu á netinu. Það er ekki neinar umsóknir eða skýrslur að ræða, heldur þetta einföld stoðverkefni, vinnustofur og námskeið. Við ætlum að heyra svolítið meira af þessari áætlun og hvernig íslenski skólar hafa notað þetta til að koma sér í samband við kollega sína og vinna með þeim á netinu. Og hér lítum við í heimsókn víða land, allt frá Sauðárkróki til Voga á Vatnsleysuströnd með viðkomu á höfuðborgarsvæðinu. Það er mikilvægt að hafa í huga að stafræn færni er ekki bara með formlegu námi, heldur líka með óformlegu og við viljum fá að heyra af Erasmus-verkefni ofbeldis forvarnaskólinn sem að sýnir hvað æskulýðsstarf sem er mikilvæg hluti af Erasmus Plus áætluninni getur gegnt mikilvæg hlutverki við að vinna með stafræna borgaravitund með ungu fólki og þegar myndböndum er lokið, þessum 3 myndböndum, þá kemur Rúna Vaff Guðmundsdóttir hingað upp og hún tekur við. Hún er forstöðukona landskrifstofu Erasmus og hún vil stýra síðan næsta partstofi. Þannig nú er myndböndin rúlar. Ítvinning er
svona ótrúlega aðgengileg og auðveld leið til þess að tengja skólastofuna í aðra skólastofur út í heimi og það býður upp á öðruvísi samskipti, aukna víðsýni nemenda, þau fá svona innsýn inn í aðrar skólastofur og það sem við verðum að gera kannski á allt annan hátt og það svona, það kveikir á mörgu hjá nemendum, kveikir á allskyns pælingum og hugsunum og eflir þau á margan hátt. Ítvinning hefur bara alveg ótrúlega kosti og bara fyrir alla í samfélaginu, ekki bara kennarana fyrir stofnunina og mest auðvitað fyrir nemendur vegna þess að þeir læra bara samskipti, það er svona það sem ég tek helst út úr þessu samstarfi. Það er þessi samskipti og æfa sig að eiga samskipti yfir rafrænan vettvang og sýna ábyrgð í samskiptum og vera hluti á svona alþjóðlegu batteri sem að kennir þeim svo margt. Verkefni byrjaði þannig, við vorum fyrst og fremst að tala hugsa nemendur og kennslu okkar og fortaka fyrir til að gera eitthvað öðruvísi, eitthvað annað. Að fara út úr skólanum, þegar ég segja að fara út úr skólanum, að fara út úr skólalóðinu og heimurinn okkar að sjálfsögðu. Þetta stór heimur og ítvinning að gefa þeim tækifæri að luta til að sjá heiminn. Ég byrjaði fyrir meir en 20 ár, eða tæplega 20 ár, að ég var að kenna í framhaldsskóla þegar ítvinning kom til sögunni og mér finnst alveg ótrúlegt að skildi koma. Ég var í fyrsta hóp hjá MS í stór námskeið með öllum kennarum sem verða að kynna okkur þetta. Við ætlum að fara í svona Erasmus-verkefni og það var að kynna okkur bæði Erasmus og ítvinning og mér finnst ótrúlegt og frábært að þetta komin og þetta átti að vera miklu meira blöðin og fara með þetta allstaðar. Ég held þetta myndi auðvelda svo mikið fyrir kennara að þeir myndi nýta sér þennan leið. Þetta er mitt álit. Ég myndi segja að ítvinning bara þess háttar verkefni að það eflir borgaravitund nemandans, stafræna borgaravitund. Nemendur eru heilt yfir mjög færir á stafrænu vettvangi en þetta klárlega eitthvað sem að færða til þess að hugsa og færða til þess að skilgreina með sjálfum sér hvað stafræn borgaravitund og kennir þeim auðvitað sína ábyrgð sem alveg gríðarlega mikilvægt. Þegar maður er að fara af stað, þá er frábært að fá bara aðstöð frá Rannís eða ítvinningssendiherrum sem eru nú svona í hverjum landshluta til þess að íta sér af stað í verkefninu og fá ráðgjöf hvernig er best að byrja. Mín skilaboð til kennara varðandi ítvinning er að stökkva á þetta afskaplega dýrmæta tækifæri til þess að krydda kennsluna. Fyrir mér er þetta lífsnauðsynlegt að taka þátt í Evrópusamstarfi. Þetta heldur neistann í mér sem kennara, sem fagmannesku og svona hjálpa mér við að þróa mína fagvitund sem er alveg klárlega eitthvað sem að gerist þegar maður stígur þetta skref að taka þátt í ítvinning. Game Changer verkefnið hófst í október 2003 og stendur enn yfir og mun gera það fram á mitt næsta ár. Þetta er svona stórt og veglegt verkefni og það sem við erum svo spennt fyrir og glöð með er hvað okkur tókst að fá ólíka aðila að borðinu. Þannig að við erum alveg með gamer-nörda og við erum með svona ofbeldisforvarnar fræðinga og akademikara. En svo erum við líka með fólk sem hefur alveg tileinkað sér það að búa til betri tilveru í stafrænum rýmum fyrir ungt fólk.
við kortlögðum gerendur í stafrænu ofbeldi á Norðurlöndunum komist að því að þar eru því miður drengir og karlar í miklu meirihluta gerenda. Þannig við hvernig getum við svona tróju hesta okkur inn í rými þar sem að karlar og drengir eru fyrir og getum kannski svona komið í veg fyrir að vaxi fram eitruð menning sem geti þá valdið ofbeldi. Og þá var einmitt leikjamenningin bara svarið því þar eru náttúrulega drengir og karlar í miklu meirihluta. En það var í verkefni 1 og þetta tvíliða verkefni og núna erum við óbúslega montin að vera að sigla inn í fasa þar sem við erum að tileinka okkur og fá til liðs við okkur stafræna unga sendiherra sem munu þá í raun og veru vera fulltrúar síns lands í norrænu samhengi og þetta er eitthvað sem Erasmus gerir okkur kleift að gera, búa til brýr milli landan okkar og geta fært á milli svona bestu flaggskipsverkefnin sem auðvelda okkur að gera stafræn rými að þeim svæðum sem að ungt fólk á skil. Mér finnst náttúrulega svona jafningafræðsla bara yfir höfuð alltaf frábær. En þegar kemur að einhverju eins og internetinu, þetta er svo rosalega svona concentrated í ungri kynslóðinni og það er bara greinilegt að þú veist, bara með við aldur, þá er svo stór munur hvað fólk er að sjá og hvernig þau upplifa internetið. So why is the collaboration between different organizations around Europe important and why Erasmus Plus project as such is a great tool to make this collaboration even bigger is because the problems we face today on internet or like in digital sphere, they are not localized or like particular to one country. They are the problem of all of us together. So there is no one-state solution for this. We need to engage the different stakeholders and organizations across the Europe in order to tackle this issue. Þegar kemur að ótta foreldra af internetinu og þau séu að banna eða mögulega minnka aðgang. Þetta er svolítið sama saga og með allt sem maður hefur séð í fortíðinni að þú veist, þegar þú segir bara eitthvað hart nei, krakkar mun alltaf finna sér leið. Og ef að þú ert bara að banna og þú ert að stoppa og taka af, þá eru það að lendi því að þurfa að finna hættulegri leið. Þá eru þau að lendi því að þurfa að fara framhjá þér og gera þetta á hættulegri hátt. En ef að þið eru bara með opna samræður þetta og þú kannski bara hefur aðgang að akkauntinum þeirra og ert kannski bara að vakta, þá er það miklu meira líklegt til þess að þú ert actually að gera það sem þú vilt. Þú ert að fá útkomuna sem þú vilt, frekar en að þú ert að banna. Skilur, það er alltaf þetta svona hafa oppa samræðu frekar en bara að cutta off alveg. Jæja, komið nú sæl og til hamingju með Evrópudaginn. Það er algjörlega frábært að vera hér í þessum góða félagskap í dag og fagna með ykkur, ekki bara deginum, heldur öllum þessum áfengum sem að hún Aðalheiður minntist á hér fyrr í dag. Við ætlum að halda áfram með umræðuefnið stafræna borgarvitund og við erum svolítið búin að vera að tala af hverju hún er mikilvæg og hvaða áskoranir við stöndum frammi fyrir, boð og bönn eða handleiðsla og fræðsla, hver það sem þurfum. Og síðasta pallborð endaði nú svolítið á þessum umræðum hvað er hægt að gera í samstarfi til að halda áfram. Og það brúar nú aldeilis vel inn í okkar næsta samtal sem ég er mjög glöð að stýra. Ég er sem sagt forstöðukona landsskrifstofu Erasmus Plus og European Solidarity Corps á Íslandi, Rúna Vigdís Guðmundsdóttir. Og við ætlum að fá hingað upp til okkar fólk sem þekkir svolítið Evrópusamstarf og getur sagt okkur hvaða leiðir eru fyrir hendi, hvað hafa þau lært á leiðinni og hvaða ráðleggingar þau hafa til annara sem eru kannski sömu sporum, hafa áhuga en hafa ekki alveg hægt sér inn fyrir dyrnar. Þannig að ég hlakka mikið til að ræða málin við þau Sigríði Halldóru Pálsdóttur sem við sáum áðan í myndbandinu. Hún er brautastjóri K2, tækni og vísindalegir Tækniskólans og hún er líka ítvinningssendiherra eins og við sjáum og ég ætla bara að biðja ykkur að koma hingað upp til mín, gjör svo vel. Og með henni kemur líka Eva Rut Tryggvadóttir sem er nemandi við Tækniskólan og færir okkur aftur sjónarhorn nemenda. Ég býð líka að koma með mér Viktoríu Reynoldsdóttur sem er umsjónarkennari og tengiliður við Erasmus Plus í Víkurskóla í Vík Mýrdal, gjör svo vel Viktoría.
Og að lokum er það hann Böðvar Níelsen sem er samstarfsmaður minn hjá landsskrifstofu Erasmus+. Böðvar vinnur mest með European Solidarity Corps sem er sjálfboðaliða áætlun Evrópusambandsins en hann gegnir líka hlutverki tengiliðar við eitt af áhersluatriðum í Erasmus+ sem er virk þáttaka í samfélaginu og í lýðræðislegum ferlum. Og við erum ekki bara hér að horfa á ungt fólk þó að auðvitað hafi ungt fólk verið svolítið brennidepli í dag af því að stafræn borgarvitund og stafræn færni og þáttaki í samfélaginu skiptir náttúrulega máli á öllum ævistigum. Þannig að ég ætla að tilla mig hér hjá ykkur þegar við fundið ykkur sæti og verið velkomin. Sigga-Dóra, kannski byrjum við á þér. Við heyrðum nú áðan í myndbandinu svolítið frá þinni Evrópuferð og ávinningi sérstaklega. En getur þú svolítið sagt okkur hvernig kom til að þú heldur út í Evrópsamstarf? Það er svona margt, eins og með margt annað í mínu lífi, það gerist óvart. Og þetta var vel óvart. Ég á 15 ára starfsamlega sem framhaldsskólakennari í ár og var þar undan 3 ári í grunnskóla. Og þetta svona bara læddist af mér í framhaldsskólanum, ég hafði ekki reynslu af Evrópusamstarfi í grunnskóla. Þetta svona læddist af mér að ég er bara svona opinn fyrir hlutum og svona gef þá áru frá mér að ég sé til í alls konar og ég held að samkennarar mínir hafa bara pikkað það upp svona, í framhjálaupi og áður en ég vissi af, þá var ég bara komin á kaf. Og ég er búin að vera svolítið á kafi í svona cirka, hátt í 10 ár myndi ég alltaf. Viktoría, var þetta eins hjá þér? Lentur þú óvart í Evrópusamstarfi? Já, það má eiginlega segja það. Hjá okkur var það bara þannig að okkar skóla var búin að taka þátt í nokkur Norplus verkefni, samstarfsverkefni, aðalega gegnum dönskukennslu. Þannig að við vorum búin að vera eitthvað samband við danska skólar og svona og 2012 byrjaði þetta allt saman hjá okkur, þá fáum við bara uppringingu frá Rannís. Það sem okkur spurt bara hvort við myndum ekki hafa áhuga að fara á eina tengslaráðstefnu til þess að skoða það sem þá hét Comenius verkefni. Og við hafum 24 klukkutíma til að svara og það var góð ráð dýr, þannig að það var bara kallað saman og kallaði mig og spurt hvort ég var til að fara. Þannig að ég ákvað bara að gera það og nokkrum verkefnum seinna sit ég hér, þannig að það var þannig. Og svo þú haldir aðeins orðinu að við fengum að heyra í tekniskólanum hvaða áhrif þetta hefur haft. Nú ert þú í skóla út á landi. Það verður gaman að heyra hvort að þú getur tengt við eitthvað því sem Sigga-Dóra lýsti í myndbandinu. Hún talaði að viðhalda neistanum. Er þetta eitthvað sem þú tengir við? Já, alveg klárlega. Eins og það er nú í litlum skólum, þá er maður svolítið einyrki kannski, sérstaklega nú er ég aðalega raungreinakennari, starffræði, náttúrufræði, mitt svið. Upp úr 2012 lendi ég líka í því að kenna ensku, sem er algjörlega nýtt. Það var þá, ég er ennþá í því og raunin er það nú þannig að hjá okkur er að ef þú ert umsjónarkennara, þú kennur þínu nemendur nánast allt nema kannski íþróttir og verklegu hlutan og jafnvel það líka stundum ef að íþrótta/smíðiskennarin er veikur. Þannig að maður er svona gæti lendi því að finnast maður vera svolítið einangruður og veit ekki alveg er ég að gera góða hluti eða get ég gert eitthvað betur og þá er það alveg tilvalið tækifæri að taka þátt í svona verkefnum. Það sem að fær tengsl við aðrir skólar út allan heim og getur borið saman. Það er mikið talað á fundunum okkar þegar við hittumst aðalnámskrár, hvernig þetta vinur ykkar skóla, hvaða erfiðleika lendi þið og hvernig leysið þið það og svo framvegis. Þannig að, og fyrir nemendum mínum, við í okkar skóla hefur öllum sem verkefni lagt eiginlega aðalhársla á nemendunum. Það var bara fyrst núna eftir að við fengum aðild að við fann að bæta meira inn fyrir starfsfólki. En fyrir nemendunum okkar hefur þetta skipt gríðarlega miklu máli, bæði svona til að þróa samskiptin sín, en líka það til að
hvað ég að segja, þau eru stoltari á skólan sinn og samfélagið sitt, af því oft það kannski að þau hafa kannski pínulítið minnumáttakent, við getum ekki boðið upp á eins fjölbreytt íþróttastarf eða tónstundarstarf eins og í Reykjavík eða Selfoss og þetta þá en við getum boðið upp á Erasmus Plus, þannig að það skiptir þeim rosalega miklu máli. Einmitt, og talandi nemendurna Eva Rut, svona frá þínu sjónarhorni, það var talað í myndbandinu að stundum væri ábyrgðatilfinning aukin meðal nemenda sem taka þátt í Evrópusamstarfi. Þetta eitthvað sem þú tengir við og kannski að þú myndir bara segja okkur í víðara samhengi svolítið frá því hvað þú hefur verið að gera í gegnum ítvinning? Já, ég hef persónulega ekki tekið þátt í ítvinningverkefni en ég hef tekið þátt í Erasmus Plus verkefni, en ég hef heyrt af nemendum sem tóku þátt í ítvinningverkefni og þeim fannst þetta mjög skemmtilegt og fræðandi. Varðandi ábyrgð svona, ég veit ekki alveg, já, þetta alveg, maður svona, mér finnst smá svona að vera svona sendiherra, kannski fjölbreyttari hóp svona þegar maður, eins og núna í vor þá fór ég til Parísar og svona ábyrgur fyrir því að kynna aðra, öðrum nemendum, til dæmis frá Frakklandi, fyrir svona íslenskum nemendum í rauninni. Það svolítið svona að heitir að taka þátt í svona verkefni og svona, ábyrgðin svona að sýna hvernig íslenski nemendur í rauninni og sýna sem í okkar menningar heim, sem má segja. Allir vegir liggja til Parísar í dag virðist vera. En ef við færum fókusin okkar svolítið á umræðefni dagsins sem stafræn borgarvitund, þetta svona viðfangsefni sem að þú myndir segja að vera hugleikið fólki í kringum þig? Já, þetta alveg eins og komið fram á áðan að fá við, mín kynslóð, við ölumst upp við tækin í höndunum okkar og þetta kemur rauninni mjög svona, hvað sé, venjulega til okkar því að þetta búið að vera partur af okkar raunveruleika bara frá því við munum eftir okkur. En samt sem að við fylgjum því líka að við erum fyrsta kynslóðin til að gera þetta og við erum svolítið að svona, búa til reglurnar eins og svona, til dæmis emoji-umræðan að kynslóðunar eldri en við kunni ekki að nota emoji þannig að þetta svolítið svona, já, við erum svolítið að búa til okkar eigin heim á netinu sem að ég held líka að þið svona eldri kynslóðir en við þau eru kannski líka svona að svolítið átta sig á að þið eru með eitthvað reglur sem í gangi en það líka undirliggjandi eru við að upplifa þetta rosa svona öðruvísi og ég held að þau eru líka svolítið svona að stíga niður á okkar pall og svona til að sjá þetta frá okkar sjónarhorni því að eins sorglegt það þá margt sem að telst eðlilegt í okkar stafræna heimi ætti ekki að vera eðlilegur, væri ekki samskipti sem eru ekki eðlileg mann við mann. Þannig var svolítið, já, en ég held samt svona almennt sé við yngri kynslóðin svona alveg með þetta en það stundum svona fín lína á milli þess hvað lagi og hvað ekki. Svo má segja. Finnst þetta mjög góðu punktu hjá þér vegna þess að við erum kannski aðeins farin að afvegaleiðast ef við erum alltaf að tala að kenna og svona á þetta að vera en í raun hver setur viðmiðin? Akkur eru það endilega við sem eldri erum? Já, endilega. Það sem ég langar til að bæta við í er bara frábæri punktar sem að Eva kemur með og viðmælandi pallborði áðan talaðum að okkar kynslóð, þessi miðaldra kynslóð, við höfum verið niður á Hallarsplanni með að landa í bakbókanum. Ég gerði þannig þetta aldrei en ég held að þetta sé mikilvægt að ávarpa þetta, að við sem erum eldri, við sem erum í þessi hlutverki sem fræðarar, við stöndum svo litið utan við umræðina. Við erum svolítið að horfa svona inn á við og við tölum stundum það að unga fólki okkar sé bara tæknin sé þeirra móðmál í dag. Tæknin ekki mitt móðmál. Ég komið rétt yfir miðan aldur
en klárlega móðumál þessari kynslóð, ungu kynslóðar sem eru fulltrúar hér í dag. Þannig að við þurfum að passa okkur að taka þau með inn í umræðuna og leyfa það líka að taka þátt og hafa smá svona, það sem kallast agency, til dæmis í ítvinningverkefnum og Erasmus-verkefnum, að fá þau til liðs við okkur og leyfa þeim svolítið að stýra með okkur verkefnunum, en ekki bara vera svona óbeinið þáttakendur. Ég held að það sé alveg krúsalbúndur. Segðu okkur aðeins fyrst úr með hljónumann frá þeim verkefnum og hvernig hafið þið markvisst verið að virkja ungt fólk til þáttöku í þeim? Já, ég hef, þó ég sé nú nýskipar ítvinningssend þeirra, þá hef ég ekki, því miður ekki ennþá mjög ríkulega reynslu af ítvinning, en klárlega er ítvinning eitthvað sem ég er að stíga sterkar inn vegna þess að þegar maður er farin að fljúga 12 sinnum á ári, þá er maður svolítið að passa upp á kolefnissporið sitt og ítvinning er alveg tilvalið til þess að gera nákvæmlega það. Þannig að það sem ég hef verið að vinna með núna, til dæmis fyrsta áruna á K2 eru verkefni sem hafa snúist aðalum svona konsept eins og lýðræði, borgaravitund. Við erum svolítið að ávarpa þessi stóru hugtök sem okkur eru svo hugleikin. Og þetta að sína ábyrgð á neti og þekkja réttindi sín og skyldur og við höfum verið að tengja við nefndahópa. Þeir nefndahópar sem ég hef tengst við vetur hafa verið aðalega frá Skandinavíu. Og þetta er svo áhugavert þegar við opnum kennslurými okkar og búum til annað kennslurými sem að er fjölbreyttara heldur en við erum kannski vön. Allavega minn nefndahópur er afskaplega einsleitur hópur. Þarna höfum við tækifæri til þess að opna á aðra menningu, önnur tungumál, önnur viðhorf og sem er alveg bara þér var umrætt áðan það Erasmus, ítvinning, þetta eru hluti sem hjálpa okkur til við að halda heimsfrið. Ég er alveg fyllilega sammála því. Þetta er svona leið til þess að uppræta fordóma og opna brjóta niður menningamúra og við höfum unnið mjög markvisst með það í tækniskólanum að gera nákvæmlega það, opna kennslurými okkar, hlusta önnur sjónarmið og leið áttar, það sem hefur kannski gerst er að okkar nefndahópur hefur svona áttað sig á því að við búum við svo gríðarlega forréttindi hérna á Íslandi og þessi hópur til dæmis sem ég var með í París bara í það síðustu viku, kom heim í það síðustu viku, þar sem við vorum að vinna með frönsku menntaskóla og við mættum þarna með fínu fartölvunar okkar í bakbókanum og ætlum að setjast inn í rýmið og vippa þeim upp og byrja bara að læra og gera alls konar skemmtilega hluti. Það var ekkert Wi-Fi í skólanum, þannig að við gátum ekki tengt tölvunar. Þetta bara skiptir öllu máli að átta sig á þessu nákvæmlega hvað við höfum mikil forréttindi. Ég held að það sé alveg einhver dýrmætasta leksía sem að út fólksinn tekur þátt í ítvinningu Erasmus tekur með sér úr svona verkefnavinnu. Akkurat, takk fyrir það. Við höfum verið að tala svolítið formlegt nám, en Böðvar, nú vinnur þú með óformlegt nám meira. Og í Erasmus Plus þá er þessi áhersla lögð bæði á virka þáttöku í samfélaginu, en líka á stafræna færni. Hvernig sér þú þetta passa saman inn í Erasmus Plus? Já, ég ég tek undir það sem að viðmælendur búin að vera að segja og það sem kom líka fram í hinu pallborðinu að stafræni heimurinn er ekki með neinn landamæri og það er svo mikilvægt að átta sig á því að þegar við erum að vinna með áætlun eins og Erasmus Plus að við þurfum að vinna statt og stöðugt að efla ungt fólk, ekki bara ungt fólk heldur fagfólk sem er að vinna með ungu fólki, hvernig á að takast við vandamál heimsins, hvort sem það eru í stafræna heiminum eða í raunheimum og það skiptir miklu máli sem tengilegur virkra þáttöku, það skiptir mig gríðarlega miklu máli að það er ákveðið svona inngildingar ákvæði það að þau sem eru, við erum öll mismunandi og hæfileikar sums nýtist kannski betur, hjá sumum er það í ungmennafélögum, hjá sumum er það kannski í stafrænum heimi, en við tjáum okkur öll á mismunandi hátt og þetta er eitt af tjáningaformum ungs fólks og þá er bara mjög mikilvægt að áætlunin styðji við það
og mjög mikilvægt að við tökum virkan þátt í því. Takk fyrir. Manstu eftir einhverjum dæmum kannski verkefni sem hafa stutt við stafræna borgarvitund fólks? Já, það eru verkefni hjá okkur, það eru samfélagsverkefni svona, sem eru kannski hvað nýjust, það til dæmis Auratal sem er heimasíða og samfélagsmiðlar sem urðu til þess að reyna að efla fjármálalæsi og vitund fjármál fyrir ungt fólk. Síðan líka var annað samfélagsverkefni þar sem Samfés bjóð til netfréttamiðl, en það sem er mikilvægt í þessu öllu saman að þetta að frumkvæði ungs fólks. Þetta út frá innri hvata ungs fólks. Þetta ekki einhver stefnumótun eða einhver svona ytri aðilar sem að segja ungu fólki þetta væri gott, heldur þetta að koma frá þeim sjálfum, og það það sem svo mikilvægt. Þetta kannski smá lofræða Evrópusamstarf, við skulum viðurkenna það, en væntanlega hefur þetta ekki alveg gengið áfallalaust fyrir sig. Hvernig gekk ykkur til dæmis að finna samstarfsaðila og var eitthvað svona sérstakt sem kom upp á sem að þið voruð ekki búnar undir? Viktoría, viltu byrja? Nei, ég lenda aldrei í vandræðum með að finna samstarfsaðila. Eins og ég sagði áðan, þá fór ég þessi tengslaráðstefnu þannig að 2012 og þar náði ég samstarfsaðilar frá 6 öðrum löndum og við unnum verkefni, fyrsta verkefni okkur, það vorum við 7 samstarfslönd. Út frá því þróaðist náttúrulega stærkt samband okkar á milli og það ég hefur raunin aldrei þurft að leita samstarfsaðilum, af því þó að það hefur kannski ekki verið beinu áframhaldi samstarfi eitthvað þeirra, þá hafa þau þekkt eitthvað sem þekkir eitthvað og þannig hef ég náð upp þessi tengslanett sem ég notast við í dag. Þannig að ég hef aldrei verið vandræð með að finna samstarfsaðila, en að sjálfsögðu hefur maður kannski lendið aðrar áskoranir, sérstaklega þegar maður er svona mörg lönd að vinna saman, til dæmis bara það að samræma skóladagskrár, yfir árið. Nei, við erum með vetrarfrí þannig, nei, það gengur ekki og því þá erum við þannig og nei, þá erum við komin í sumarfrí og þannig að það var stundum var maður svolítið að reyta sér hárunum til að finna tími og staður sem allir geta farið og hýst á, en það hafðist, en þannig augranir hafa lendi og líka kannski ég má nefna að mér finnst það svolítið aðalatriði að viðhorf og metnaður gagvart verkefni sem það að vinna við þarf að vera á svipuðum stað hjá samstarfsaðilum og þess vegna held ég það sé mjög mikilvægt að maður í öllum svona samstarfum er mjög skýr með því frá upphafi við samstarfsaðilina sína hvers konar væntingar maður getur samstarfsins og hvað maður vill ná út úr því. En það er kannski eina sem er dettur huga akkurat núna sem áskoranir. Takk. Eva, getur þú sagt okkur hvers konar væntingar þú hafðir þegar þú fórst út í Erasmus og mættir þú áskorunum á þeirri leið? Sko, mér langaði alveg óbúslega mikið að kynnast þessum frönsku nemendum og svona kannski er ég bara mjög menningarlega, mér langaði rosalega mikið að svona sækja rosalega þeirra menningu og svona en ég náði bara að tala við einn því að hinir töluðu bara ekki ensku og þessi eini talaði mjög bjagaða ensku þannig að þetta var svolítið svona það hafi verið svona helsta áskorunin og auðvitað á það ekki við ástæðan frakkar eru svolítið svona í frönskunni, þú veist, það er ekki mikið ensku en það er samt alveg svona af því að voða fáir í fá ríki í Evrópusambandinu eru með ensku sem fyrsta tungumál. Þannig að þetta tungumála svona, þessi tungumálabrú verður alveg, þú veist, alltaf mislöng en hún er alltaf svona ákveðið til þess að komast yfir. Ég held að það er svona, já, aðal áskorunni sem að ég sem nemandi að, já, fást við. Og hvað með þig, Sigga Dóra?
Já, ég tek bara undir með Viktoríu. Ég hef aldrei átt í neinum erfiðleikum að finna samstarfsfólk og svona þegar ég rifjaði upp bara hér og nú, þá held ég hef aldrei, ég held að öll mín Evrópuverkefni hafi, eða séu sprottin upp á einhvers konar samtali sem ég átt við fólk annarkot á tengslarástefnum eða bara, að ég nú bendi á alþjóðafulltrúa tækniskólans sem situr inn í salnum. Ég veit ekki hversu mörg 100 manns svona renna í gegnum tækniskólan á hverjum starfsvetri. Ég held að þetta sé 100 manna. Og ég svo heppin að ég fæ nú ofta að ræða við þau og þá myndar maður þessi dýrmætu tengl sem maður getur síðan byggt ofan á. Þannig að mitt vandamál hefur verið frekar að segja nei og velja heldur en að ég standi hér vill enginn vinna með mér. Það hefur ekki gerst. En svo ég búin að kynnast þessu Evrópu-plattformið, þannig að það mjög, og ég hvet kennara sem hafa áhuga á ítvinninga að kynna sér það plattform og það óbúslega gaman að fara þar bara inn og skoða hvaða verkefni liggja á borðinu og oft eru skólar að auglýsa eftir samstarfsfólki og þá getur maður einmitt bara að leita eftir og það gerir ég reglulega, ég leita bara eftir svona áherslu efnum í þeim áfangum sem ég að fara að kenna og ég reyna alltaf að horfa önn fram í tíman vegna þess að þetta skipulagsmál, mikið skipulagsmál og ég var óvinni heppin í vetur að þessi kennari sem ég vann með, við vorum alltaf með svona 1 slott í stundarskránni sameiginlegt, þannig að þetta gekk upp alltaf, en klárlega eru svona skipulagsatriði, tímamismunur jafnvel og ólík skóladagatöl eru klárlega hindrun. En það er ekkert eitthvað sem við yfirstígum ekki, við bara finnum leiðir fram hjá hindruninu og höldum áfram. En þetta er ótrúlega skemmtilegt. Já, og við erum nú að nálgast lok þessara umræða, ég veit að við getum talað miklu lengur, en þú ert kannski bara byrjuð að draga saman kannski ráðleggingar ef við hugsum til þeirra sem að vinna í menntun og æskulýðsmálum og að vinna með stafræna færni, hvaða ráðleggingar þið myndu gefa fólki varðandi Evrópusamstarf, hver eru fyrstu skrefin? Þú talar skipulagningu, þú talar að nýta sér þá svona gagnagrunna og tengslanet sem boðir upp á og ítvinning náttúrulega frábær áætlun að því leiti. Eitthvað fleira? Já, kannski þeir sem að stíga sér fyrstu skref myndi ég segja, byrjiði smátt og leifiði verkefninu eða áætluninu svolítið að leiða ykkur áfram. Ég gerði það allavega því ég steg mín fyrstu skref. Ég svona bara steg inn í tilbúin verkefni. Ég var kannski lítið í því fyrst að hafa frumkvæði af efnistökum. Ég svona bara leiði mér svolítið að njóta þess að fljóta með og ekki það ég hafi ekki lagt mitt að mörkum, það var ekki þannig, en svona leiði öðrum að leiða mér svolítið og kenna mér mikið, þannig að ég hugsa mitt svona besta heilræði væri bara að byrja smátt og ekki vera hræddur, þetta plattform sem ég vísa í, talandi hindranir, fyrir einhverja kennara það hindrun, vegna þess að kennarar hafa svona ólíka stafræna hæfni, búir ólíkri stafrænni hæfni. En til þess eru við sem erum störfum í skólanum og höfum reynslu, við erum til þess að miðla áfram okkar þekkingu og okkar reynslu og að byrja smátt, en stíga örugt og ákveðið skref. Einmitt. Og til þess erum við líka hjá Landskrifstofunni að hjálpa ykkur á stað og svo erum við með ítvinningssendiherrana líka sem eru til þjónustu reiðubúnir. En mér veist þú talaði svona kannski út frá lykilorðum eins og sjálfstraust og öryggi en á sama tíma auðmýkt kannski að leyfa sér að fara inn í ferlið og svona trust the process á mjög slæmri íslensku. Já. En mér finnst þetta góð leiðarljós til að taka inn fyrir þau sem ekki eru jafnlangt komin í Evrópusamstarf. Svo vil ég ítreka að sem ég sagði myndbandinu að þeim svo andum að kennurinn líði vel og þrífist í starfi og ég alltaf að passa upp á mitt kennara sjálf að þetta bara, þetta er það haldreipi sem ég nýti mér í minni kennslu og bara mínu kennaralífi til þess að líða vel í starfi og halda fram að þróast í starfi. Því að starfsþróun held ég eitt af mikilvægasta sem að hlýsta svona Evrópusamstarfi. Viktoría, vilt þú bæta við þetta út frá verkefnisstjóra sjónarmiðinu?
Já, ég ætla bara að nota tækfæri að því ég sá það var nokkra frá stjórnsýslunni hér áðan. Hvetja þau til þess að vera jákvæð gagnvart öllu svona. Nú ég það heppin að sveitarstjórn í Mýrdalshreppi mjög jákvætt fyrir þetta en þá kannski tengist því að rúma 60% af íbúum í Vík eða Mýrdalshreppi eru af erlendu bergi brotnu. Þannig að þessi Erasmus Plus verkefni sem við höfum haft gríðarlega mikla þýðingu fyrir okkur til þess að, þú veist, efla kannski meira, hvað ég segja, samkennd og viðsýni hjá nemendum og ég get bara sagt svona dæmi að við erum náttúrulega með mikið af starfsfólk innan ferðaþjónustar frá Pólandi til dæmis og við erum verið í mjög miklu og góðu samstarfi við pólskum skólum og hefum náttúrulega farið til Pólland og eitt af því sem til dæmis kemur nemendum ofta óvart eða þú veist sem mér hefur verið sagt vá, ég veist ekki að það væri til svona mikið á fallegum byggingum hérna og þá segir manni bara að þau gera sig í hugalund bara eitthvað ímynd sem við sjáum ekki en sem kemur þá þarna í ljós sem þau geta breytt yfir í jákvætt þannig að þetta fóstra mjög mikið svona jákvæðni og auknu viðsýni gagnvart öðrum þjóðum ég vilja segja en varðandi stjórnsýsluna þá það náttúrulega þannig og við skulum bara vera alveg hreinskilin að ég sem kennari og Erasmus Plus tengilíður þetta auka vinna fyrir kennara sem að starfa við þetta og en það hægt að koma til móts okkur við fáum kannski að sleppa eitthvað annað í staðin þannig bara benda á því Góður punktur, takk fyrir og stutt hérna Eva kannski frá þér fyrir jafnaldra þína sem að hugsa hvort þau að taka virkan þátt í Evrópusamstarfi og verkefnum sem snúa stafrænni þróun hvaða heilræði myndur gefa þeim? Bara hafa hugun opinn og ég meina þetta alveg algjörlega nýr vettvangur þetta að fara úr okkar íslensku búblu svolítið og tengja unga okkar annað en það bara að hafa opinn hug og vera svolítið bara svona að leyfa sjálfur sér að vera svolítið spenntur fyrir þessu þó svo jafnvel bara að íta tilfinningur áfram að vera spenntur því að þetta ótrúlega gaman, þetta ótrúlega gefandi og þó þetta getur verið alveg erfitt á tímum og mikið af hindrunum og svona þá þetta að fara að efla þitt sjálf til muna þannig já, bara að vera opinn og halda áfram Ef við ekki að gera þetta loka orðunum vera opinn, halda áfram og efla þitt innra sjálf gefum gott klapp, takk fyrir Ég vil þakka þessum síðan í panel hérna kærlega fyrir. Ég ætla ekki að draga neinar áléttur because we are now going to switch into English for a little while for the last 10 minutes of the formal program. The successful projects that we have heard about today and that we've seen in these videos, they would not have been possible if not for the support of the European Union through the Erasmus Plus and the e-twinning programs in particular that we have focused on today. Because of these programs, Icelandic schools and organizations have been able to cooperate across countries, as we have heard numerous examples of today, and build a more accessible and inclusive digital society. Although with it comes the valuable lesson that we just heard of, that digitization is not everywhere as advanced as it is in Iceland. So you cannot take it for granted that in a school you will have an internet connection. I agree with you that is certainly a lesson in the privileged position that the Icelandic education system is in. But without those European programs, these would not have been possible. So we are grateful for that. And it is therefore a great pleasure to have with us today, Her Excellency, Ambassador Klara Glanslad. She's with us here today to offer some closing reflections on digital citizenship in the European context. Nice to have you with us again, Klara. Please take the floor.
So, Cairo Gestir, very nice to be here. And I really want to thank Ranis, the organizers of this event, as well as the panelists for the very interesting discussions. Now, my Icelandic is unfortunately not good enough to really follow the topics here, but I'm sure that my colleagues who have been following will share with me afterwards all the interesting insights that you have shared here. Because it's one of my privileges as ambassador to exactly like hear about the way that the participation in EU cooperation programs and EU funding can empower organizations and schools in Iceland and help to develop and learn from one another across boundaries and across generations. As you've heard today, I'm sure the European Union actively promotes the participation of its citizens in the digital society. We recognize the importance of fostering critical thinking and democratic awareness at every stage of life. And it's essential that we work together to address the challenges to society that come around these topics. And we must seek innovative solutions and approaches to ensure that Europe becomes more inclusive, more digitally capable, and more resilient in this ever-changing political landscape we are all in. And to achieve this, we must provide individuals with the opportunity to learn how to navigate all these online interactions, how they can navigate safely and respectfully. And because, as we all know, the digital space is only growing bigger and bigger, and AI will soon be a much bigger part of our daily life. And all those opportunities, of course, also come with responsibilities. Now, dear friends, last year, the EU delegation colleagues and I very much enjoyed being part of the Eurobus initiative together with Ranis. And this initiative allowed us to travel across the country on the occasion of the 30 years anniversary of the EEA agreement. And this Eurobus tour provided us with a very valuable opportunity to talk with Icelandic people in their local settings about their needs and challenges and how European cooperation can address these issues. And in fact, it's essential that the benefits of EU cooperation extend beyond the capital, beyond Reykjavik, and can positively influence municipalities across Iceland, both large and small. So therefore, it's particularly noteworthy to see diverse locations like Húsavík, Vík í Mýrdal, Sauðárkrókur, and Reykjanes highlighted in today's showcase of successful practices. So again, congratulations to that. So, on behalf of the European Union, I would like to thank all participating organizations for their dedicated efforts and to encourage those who have not yet actively been involved in EU programs to make use now of this support provided by Ranis and the opportunities that are out there. Before closing, I would like also, if you allow, to make some publicity for our big public event tomorrow at Kjarvalsstaðir, at the Art Museum, where we, together with the EU member states' embassies and also Ranis, will celebrate Europe Day. And this starts at 2 o'clock in the afternoon. There will be musical performances and food samples from different countries, activities for children, and much, much more. And you are all very much welcome to attend. We hope to see you there with your families and friends. So that's it for me. And I would like now to invite you to enjoy the refreshments provided by Ranis and by us from the EU delegation. So tack för er and happy Europe Day.
Þá þarf ekki að hafa það fleiri orð. Mér skilst að þið hafið þá tilefnislaus að skála fyrir 20 ára afmæli Ítvinning, 10 ára afmæli Epalai, 20 ára afmæli Europass, 35 ára afmæli Eurodesk og 75 ára afmæli Ræðu Sjúmanns. Er það ekki aðri tilefni? Og við getum líka að tala um allir þessi skemmtilegu verkefni. Takk kærlega fyrir ykkar þáttur og ykkar innlegg fyrir í dag og vonandi dokkið við og spjallið þess við okkur. Takk.